Jú, verið öll hjartanlega velkomin í 12. þátt okkar áhugavalda. sem ekki þættir. Oh my god, er þetta ekki annars 12. það? 31. Það er æjari minn. Já, það er 12. þátturinn hjá okkar Ara. Já, það er Tjöfull eru við mögnuð maður, ha? Já. Smá galsi. Það var hérna áður en að við byrjum, þá var hani að gala hérna fyrir utan. Já, það var mjög skrítið. Ari var bara Við hvað. erum í þéttbýli, sko. Sko, Blönduósinn var alltaf þéttbýli. Þetta er samt þéttbýli. Þetta er alveg low-key Það smá. eru alveg hús þjöppuð Þetta saman. er svona þorp. Já, Þorp-væp. þéttbýli. Býta þess. Heyrðu Heyrðu í honum? Heyrðist í honum, Heyrðist sko. í honum, Það er að fara að heyrast í sem hann allar þáttinn, sko. Þá loka ég bara glugganum maður. Það er En samt bara fyndið, sko. þessi hani er sko awesome. Hann er líka gett fjölkær. Hann á 7 konur, hann á 7 hænur. Já, sæl. Hann er mjög fjölkær. Hann er svona gauður frá Sádi Arabíu. Hann er minn. Hvað er þetta að segja? Þeir eru oft marga konur. Nei, ég er að segja að fjölkær er sko íslenska orðið yfir polyamorous. Já. Ég var að segja hvað það væri ósexy orð. Það er fucking ósexy orð Það er sko. mjög ósexy orð, sko. Heyrðu, þáttur dagsins í dag. Ég er svo fucking vandræðilega spennt sko. Ég er mjög spenntur. Ég er vandræðilega spennt fyrir þessu Ég þetta sko. er alveg virkilega spenntur, sko. Gaman að fá aðal til að taka þátt, þú veist, í þáttinum. Það er svo geggjað, þú veist, ég var líka bara eitthvað, oh my god, hvað hérna, ég var með sko þrennt sem er langað að taka sem topic, svo var ég bara eitthvað, að því að ég er að vinna þess í þessari viku, þá hef ég svona kannski minni tíma og ég var bara eitthvað, heyrðu, mér langar svo að hafa hlusta þessu þáttakendur Já. og þú veist, það er kannski ekkit gaman að hlusta bara á okkar sögur úr afgreiðslustörfum og eitthvað, þú veist, mér langar að heyra frá fleirum. Já. Þetta er samt að þú fjast þessa uppástungu frá einhverjum, eða ekki? Eða, þú veist. Jú, ég fekk nefnilega sko, það var ein stelpa sem sendi mér á Instagram, eða sendi okkur á Instagram, á áhugavalda Instagrami sem að þið mig endilega öll followa. Já. Hún sendi mér að það væri ógeðslega gaman ef ég myndi setja inn svona játningalink, svona boxlink með það sem fólk getur skrifað inn játningar. En já, ég var bara eitthvað, ok, þetta er geggjuð hugmynd, þannig ég ætla að hafa þetta samblöndu af játningum og sögur af dónulegum viðskiptavinum og líka einhver bara svona, þú veist, ef að fólk hefur lent í einhverju fucking furðulegu sem að Já. fólk hefur svo sannarlega gert, Ari, oh my absolute god. Já, það er maður alltaf að lenda í einhverju Ég vandrar alveg spennt að segja þessa sögur, sko, Guður almáttur. Ég get ekki beðið, Oh my god. Ég er alveg virkilega spenntur. Anna leiði, sko, alltaf þegar Anna var að skoða sögur og ég svona horfði yfir öxlina á henni, þá bara hún leifði mér ekki að sjá Ég vil símann. ekki að það horfir yfir öxlina á mér. Nei, sko líka að því að þessar sögur, það er að koma þér, að því að þetta á að koma þér á óvart, sko. Já. Það væri náttúrulega skrítið að vera bæði búin að heyra þér, en ég er að lesa að kíkja stundum. Nei, það er ekki búin að sjá neitt af þessu, sko. Nei. En já, ég var ekki að búast við svona miklu þáttöku. Ég var bara Nei. eitthvað, ég setti Ég var reyndar ekki að búast því svona mikil Af því að þú veist, við erum svona tiltölulega nýbyrja podcast, sko, og erum ekkert eitthvað voðalega þekkt, skilurðu. með 12 þætti. Við erum bara með 12 þætti Við erum og bara með 12 þætti. þú veist, við erum ekkert eitthvað ógeðslega þekkt, skilurðu. En ég setti þetta á TikTok. Þú er mjög þekkt. Nei, en ég setti þetta á TikTok og ég setti þetta á Instagramið okkar og í story og eitthvað svona og fólk bara, við fengum eitthvað í kringu 50-60 svör, bara Fuck. sögur og ég verða að harma ykkur með því að ég næ örugglega ekki að segja allar sögurnar í svo þetta. Já, þú veist, það er ekki, þú veist, ef við vorum að taka 50 sögur, hvað sagði, 50-60? Millir 50 og 60 Já, sögur, það ég man ekki alveg nákvæmlega töluna. 50-60? 56 sögur 6-7? Nei, 56 sögur komu inn og hérna, já, ég bara verði á harma ykkur með því að ég er ekki að fara að ná að segja allar þessar sögur, sko. Það er ekkit hægt, það er ekkit að fara að gerast. Nei, en ég er búin að lesa yfir allar þessar sögur og takk fyrir að senda þessar sögur. Já, þú veist, þótt að við þannig að vera ekki einhver saga frá einhverju tekin, þá þú veist, eru mjög þakklátt fyrir að þið hafi tekið tíma til þess að þú veist, senda Já, náttúrulega nákvæmlega það sem ég hef á vilt segja. okkur. Þú veist, Andrés, ég hef ekki getað sagt það betur. Við erum ógeðslega þakklátt fyrir að þið sendu þessu sögur og ég ætla að reyna að bara taka í smargar ég get. Anna hefur örugglega skemmt sig mjög mikið Ég- að lesa samt, þú veist, það sem kemur ekki í dag, þú Nei, veist. guður, ég var bara eitthvað, oh my god, ég var sko flabbergasted og þú verður örugglega að fara að vera flabbergasted yfir mörg af þessu. Ég get ekki beðið. Oh my god, en þú veist, já, ég ætla að taka bara svona best of, ég ætla að byrja á því og sjá hversu löngum tíma við náum og svo náttúrulega tekið fleiri ef ég er búin með. Fer bara allt eftir hvernig tíminn líður. Já, fer bara hann ákvæmlega gamla Hann er minn. þínu tíminn. Náttúrulega, þú ert ekki lægi, sko. Taktu tíman. Alveg taktu hann. Hvað er að okkur? Ég veit ekki alveg, sko. Oh my god, Ari, veistu hvað sænt skrítið? Við náttúrulega vorum saman. Við erum búin að vera saman alla vikuna. Stöndum þétt saman. Við bökum saman. Já. Sumir á bónsum. Aðrar á Skonsum. skonsum. Já, anyways, ég var að þrýfa gest á þessu með mömmu. Ég er svolítið að monta með þessu.
Já, Nei, ég er svolítið djókað. Ég ætlaði að segja að því við erum að fara að tala um svona þjónustustörf, þú veist, og afgreiðslustörf og eitthvað. Vildi franskar? Salat. Sorry að þeir eru í bíl, þetta er Gunnar. Nei, þú er komið betra bílahljóð en Gunnar. hvernig við gera það? Hvað er með betra bíl? Guð, þetta var gott. Þetta var geggjað. Hvað er með fjórhjólið? Fjórhjól? Fjórhjól. Já, byrju. Þú kannt að gera fjórhjól. Ég er alveg skuggalega, ég veit ekki hvort það heyrðist ekki ennum mækin. Þú er skuggalega góður í því, sko. Ég þarf að gera alltaf rev motionið með. Þú lof mér að taka myndband af þessu. Akkurru? Það er gaman. Ég er að taka myndband af þessu. Sko, við erum náttúrulega ekki í lagi, sko. Heyrum bílahljóð. Ég man ekki sér hvað ég var að segja því við erum bara farin að tala um eitthvað bílahljóð. Jú, ég var að tala um já, af því að við erum að fara að tala um þjónustustörf og afgreiðslustörf og eitthvað. Og pældi í þér. Við vorum einhvern tímann að vinna bara eitthvað. Ég var að vinna í 8 til 12 klukkutíma í sjoppunni og í þessa klukkutíma þá var ég standandi, sko, næstu því allan tíman. Skilurðu? Og ég var bara hress og kát eftir það, skilurðu. Ég var ekki alltaf hress og kátur. Nei, ég bara segja, þú veist, ég var með bara orkuna í það að vera í 8 til 12 tíma vöktum standandi að afgreiða fólk, skilurðu. Ég er ekki viss með orkunni núna, sko. Nei, en svo núna er ég búin að vera að þrífa gesta hos með mömmu. Ég fer út og þríf í 4 klukkutíma, 3-4 klukkutíma eitthvað og ég bara þarf fokkið 3-5 virka daga til að ná mér eftir það, sko. Þú varst líka, þú varst samt ekki með MS. Nei, ég var einnig ekki með MS þegar ég var í vinna. Má ég segja, þú veist. Já, sjálfsög, máttu segja það. Þú varst ekki með MS þá, sko. Ég var einnig ekki með MS og allt hitt draslið. Já, bara allt. Talandi það sem það er, ég er eitthvað stíplið í nefnu, sorry allir ef að koma leiðileg hljóð. Ég ætla sko bara að segja, ég ætla að kíkja til læknis eftir smá stund og ég bara, þú veist, svo hrættum að vera bara greind með tennisolbúða. Tennisolbúða? Já. Það er eitthvað, ég held að mér vanti svona kinnhóluspray, skilurðu, svona nefspray fyrir kinnhólunar eða eitthvað, að því ég fengi þetta áður, skilurðu, ég þekki enginn RP aðeins, þannig að þegar þú kemur inn á læknistofuna, ég skal að læknirinn. Ok. Já, góðan daginn, Dr. Hávarur Jónsson heiti ég. Blessaður Hávarur, ég heit Anna. Heyrðu, ég er búin að vera að finna fyrir einkennum hérna í kinnunum og svolítið stíplu í nefinu. Já, við fáðu sæti fyrst. Já, takk, ég fáðu sæti. Ég er búin að vera að finna fyrir svona kvefeinkennum í svona, finnur svo stíplu, svona þingsli fyrir enninu og kinnunum. Já, enninu, já. Já, ég fengi þetta áður í held ég sem bara með kinnhólubólgu. Já. Gætirðu mér að vilja hjálpa með það? Já, grunnað sé bara klassik case of tennisolbúða, sko. Tennisolbúða. Svo mátti líka fara aðeins í ræktina bara. Já, ég sérst að fara út að labba. Aðeins og feit fyrir þig. Heyrðu, ég er með hennar sling sem þú getur sett olbúðan í. Það er svona tennisolbúðastöf. Já, takk fyrir það. Ég er alveg viss að stíplaða nefið mitt lagist við það. Og ég skal vera duglega að hætta að vera feit. Þetta er samt bara næstu í recreation af því þú fórst fyrst til læknis. Út af því að ég með svimaði? Þegar þú varst að fá fyrstu svona MS-einkenni og svona. Ég skal segja ykkur frá bara fyrstu læknisheimsökunum minni. Ég veit að ég býði spennt eftir sögunum en ég bara get ekki verið að segja hluti í stuttumáli. Certified Yapper, sko. Ég er Certified Yapper og ég líka segja hlutina í löngumáli en ekki í stuttumáli. En já, ég segast, þegar við vorum að vinna í sjoppunni þá byrjaði ég að finna fyrir svona einkennum og allt í hennu fór mér að svima eftir, þú veist, kannski búin að vinna í 4 tíma eitthvað maður fór að svima, skilja. Það var mjög skeri fyrst þegar komum svona fyrstu einkennum, sko. Oh my god, ég var ekkert bara að fylla á nammir ekkan. Ég var að fylla á nammið þarna og allt í hennu byrjaði bara að svima, ég bara, þú veist, holy shit maður og svo kom eitthvað fullt af einhverju fólki við rútu og frá panta pulsur og ég var hjá pulsugrillinu og svo bara svona fekk ég eitthvað aðsvif en ég fór bara bakvið og var ekki með neitt jafnvægi og þú veist, það voru fleiri einkenni en ekki tala um það en þú veist, ég fór til læknis. Það var mjög skeri, sko. Já maður, ég fór til læknis. Ég man eftir þessu, sko. Já, það var fucking skeri maður og líka bara allir sem voru inn á með okkur, minni mig, voru bara eitthvað, what the fuck, hvað er að gera, skiljur. Það var allir mjög næs með það, náttúrulega. Allir mjög næs með það, en það voru allir bara hvað er að gerast á önnur, skiljur, what the fuck, hún er vel mjög hress. En ok, svo fyrir sérstaklega Rauðhæri Guðrún á Selfossi, þannig að love him og hinn gæinn sem ég veit að hlustar á okkur, sko. Love you guys. En anyways, svo fór ég til læknis og sagði einkenni mín bara að það hafi komið skrítilega og ég væri búin að vera eitthvað skrítin og svona pínu heila þók og eitthvað. Hann bara eitthvað, já,
þú ert náttúrulega svolítið þétt á meðan við aldur. Já, shit. Hefurðu verið duglega að fara í göngutúra? Ég bara eitthvað, ég meina ég er að vinna 8-12 tíma á dag. Þetta svona tennisólbara dæmi, sko. Standandi í sjoppunni, vinnandi og ég er nú ekkert löt heima fyrir stundum í fjósum með mamma og pappa og er ekkert eitthvað bara hanga inni, ger ekki raskat, skilur, what the fuck? Og hann bara eitthvað, já, einmitt. Þú varst ekki einu sinni eitthvað feit. Nei, ég var ekki nervís feit og ég núna, skilur. Alls ekki. Maður. En ég var kona, Ari. Svo, Já, þú náttúrulega mátt ekki vera feit, sko. Nei. Svo fann hann eitthvað svona axlirna mínar og ég spurði hvort þau geti gert eitthvað frekar rannsóknir. Hann bara... Fann hann axlirna eða hvað? Þannig að bjóða kakó næstu? Nei, og svo segir hann bara eitthvað, þú ert með mjög mikla vöðabólgu, bara taktu íbúfjann og svo sett hann vottorð til svona beðinni til sjúkraþjálfara. Þannig að ég ætti bara að fara og laga vöðabólguna og fara í göngutúra og hættu. Já. Svo fór ég til... Hvað var þessi gamall? Ég ætla að segja svona 55. En svo fór ég til 6 aðra lækna. Þannig ég fór í heildina til 7 lækna. Já, ég fór í heildina til 7 lækna og það var alltaf mismöndi læknar af því að Blönduós. Þau sögðu öll svipa. Ég var með vöðvabólgu, mjög alvarlegt case af kvíða og svo átti ég að fara út að labba á eitthvað. Svo þegar mér var sagt, sko, ég væri mögulega með bólna jafnvægistaug, the fuck is that even? Það er næstu bara að segja sem með tennisólbár. Bara hvað í fokkana með það, án jokes. Og bara sjá hvernig það fer og svo þegar gæinn náttúrulega seinasta læknir sagði mér að ég væri bara að ég ætti hægt að vera svona móðusjúk og trúi þessu heldi spulli sem ég væri að búa til í hausnum á mér. Hann sagði ekki það. Hann sagði móðusjúk? Hann sagði þú verður að vera duglega að fara út að labba. Er ekki eitthvað sem að segja eitthvað dýr sem er? Ég veit það ekki. En hann sagði þú verður að fara duglega út að labba. Á mínum tímum þá var þetta nú bara að kalla móðusíki. Svona þegar maður fer að búa eitthvað til í hausnum og svo trúa því. Já, og ég bara, ok, slei og þá ákvað ég að fara á bráðamóttökuna og þar var ég greind með vanvirka skjaldkirtil og MS og alls konar alls konar shit. Var kannski kona að vinna þar? Reyndar já. Harry, ekkert svona shit. Taugalæknir mín er kona, ég elskar hana. I love her, en ég var samt líka með taugalæknir sem var kall og hann var yndislegur líka. Já, hvað var hann gamall? Ég man ekki hvað hann var gamall, ég bara hvað heyrði fyrir göfinu, hvort er gamall, skilur? Já, ég meina, hann var ekki svona... Nei, hann var ekki þöngulhaus, sko, hann var ekki þöngulhaus. Ég ekki að segja allir gamlir síðu, þú veist, alveg hræðilegir. Ég meina, sumir læknar frá, þú veist, sumir læknar frá, þú veist, ég veit ekki. Gamla skólar, hann er meira skeri stundum. Stundum, já. 2 af þessum 7 læknum sem ég fór til voru svona gamla skólalæknar. Ég var bara með eitthvað heldur svæl, skilur, hægt svæli. And the rest is history. En já, þetta var sagan af því þegar Anna hætti að vera vinnufær. Ok, slay. Svona er feðraveldi. Já, Ari minn, Ari, stopp. Mælinn þetta með, heyrðu, myndir þessu honum á dag, en ég veit reyndar ekki hvort hann hafi verið að fíkjast mikið með. Ég og Gunnar vorum alltaf að horfa á hana. Hvað mynd? Þegar við gerum pítsunar. Sacha Baron Cohen, Ladies First. Jú, ég fylgdist alveg með, sko. Varstu að fylgjast með það? Fekk smá kvíðakast. Já. Ég var í smá kvíðakasti. Við tókum með því. En ég fylgdist alveg með, en þetta er helviti góð mynd. En við horfum náttúrulega líka Free Solo, sko. Ég fekk Ara til að horfa Free Solo með mér. Og það hljómast illa bara. Við vorum ekki bara eitthvað hunsana í kvíðakasti. Þú veist, við náttúrulega vorum að tjekka á henni og svona, sko. Já, algjörlega. En Kjallan réði við þetta, sko. Já. En ég náði Ara til að horfa með mér á Free Solo. Já, heyrðu, já. Alex Honnold að klífa upp fucking El Capitan. Og til það sagt í síðast þætti að ég nefndi ekki horfa á hana. Við horfum actually á hana. Við horfum á hana, sama kvöldu og tókum við þáttinn og shit, hvað hann var góð. Fín. Þetta var... Það var klikka þegar hann var að klifnu. Já, ég skil ekki hvernig hann datt ekki bara og drast. Þetta er eitt mest impressive shit sem ég sé, sko. Þetta er bara crazy. Þetta er bara horfið á Free Solo, krakkar. Þetta er Disney, eða Netflix, ég man ekki hvort. Mælum við Free Willy líka. Classic. Ég hef ekki séð hana. Þetta var saga. Þetta var, já, þetta var mikið að saga. Löng saga í stuttu máli. Þá ætla ég að reyna að fara til læknis og fá púst fyrir nefn á mér. Eins og ég er að nota. Já, þú ert með nefnkinn og hólubólgu eða hvað þetta heitir. Ennis, já, þú veist. Hvað heitir þetta? Ennis og kinnhólubólgu eða eitthvað? Já, þú veist, þetta er eitthvað þannig. Já, ég held ekki líka með það, sko. En það er bara, það er sleið. Nei. En haninn í götunni, hann er sleið. Haninn, veitu hvernig er lagið? Hanni krummi, hestur svín. Ég man þetta ekki. Hanni krummi, hundur svín. Hestur mús titlingur. Hvað er að okkur? Ok, við þurfum að
koma okkur að efninu, sko. Er það mústitlingur? Ég held það sem mústitlingur, sko. eins og snjótitlingur. Titlingur? Snjótitlingur? Náðu mynda þessu, Alfred, náðu mynda þessu titlingarna. Maður sér ekki svona kröndi. Ok, allavega, þeir sem eru að hlusta okkur í fyrsta skipti, þeir eru kannski bara að ná því að við erum stundum svolítið lengi að koma okkur að efninu, að því við erum certified jeppers, en það er ástæðan fyrir við erum með podcast, við erum mjög góði að tala. Ari, ég var að fara í áhugaverða staðendur. Förum í áhugaverða staðendur. Á ég að byrja þú? Ég held að ég hef byrjað senast. Okay. Þannig að þú ætlar að byrja núna, komum með fyrstu þína áhugaverða staðend dagsins, krakkar mínir. Já, mér finnst gaman að lesa upp áhugaverða staðendir líka. Gömlega góða áhugaverða staðendirnar. Þú er góð það? Hvað sko? Þú hljómar ekki þess að við bara væri að reykja 2 pakka á dag. Holy shit. Ég hef afgreitt einn gæja sem reykti 2 pakka Winston á dag og ég átti einhvern tímann ekki til og hann ætlaði bara í mig. Já, ok. Þar að þú veist, ok, hann ætlaði ekki í mig, ég er að íkja smá, en þú veist, hann varð mjög pirraður af því ég átti ekki til rauðan Winston og ég var sko, hvað var ég 18 ára? Eitthvað, hann bara, hvað ertu ekki búin að panta þetta inn? Já, ég 18 ára er að panta inn Winston. Já, hvað, þú ekki búin að panta þetta inn? Ég, afgreiðslustelpan, er ekki búin að panta inn Winston inn. Hættu bara að reykja, veitir sem hvernig. Fuck. Ok, ég hef sko. Hvað séru? Áhugaverð staðreyndir. Við þurfum að fara að gera eitthvað. Við erum svo lengi að drulla okkur efninu. Já, FBI samtökin í Bandaríkjunum, Federal Bureau of Investigation. Female Body Inspector. FBI gerir ráð fyrir að það séu alltaf það bil 35 til 50 raðmorðingjar aktív í Bandaríkjunum. Ég hata Bandaríkin. Þetta var játning dagsins. Ég hata Bandaríkin. Ég hræddi Bandaríkin. Það eru margir sem hata Bandaríkin. Ég myndi fara til Bandaríkin og myndi ég fara til Maine. Af hverju? Bara því það er bara svona, þú veist, ekkert vorulega vinsælt. The main place. En já, þetta er crazy. Þú veist, það er líka mjög mikið af morðum alltaf í Bandaríkjunum. Já. Bara, þú veist, hættið að myrða fólk. Akkur vill fólk alltaf myrða fólk? Slökkar hana er bara raðmorðingi, þú veist. Já, þú veist, akkur, já, ertu að segja það? Ertu að segja það? Nei, ég bara segja. Nei, þú veist að segja. Þú veist bara að segja. Bara orð. Já. Slei. Hvað finnst þér raðmorðingja? Róksleir, hættið að myrða fólk. Akkur vil ég myrða svo mikið fólki? Þú veist, what the fuck? Það er eitthvað svona, það er alltaf verið ansökta. Hættið að myrða fólk. Í alveg, gera eitthvað annað í tíman ykkar. Fáið ykkur, þú veist, kött eða eitthvað. Já. En hérna, ok, mín fyrsta, Ari, áhugaverða staðreynd. Það er sama lengd á milli eyrnasneplu. Ari, ok. Það er sama lengd á milli eyrnasnepluleiðina og nipplanleiðina. Eyrnasnýpur? Þú ert ekki í lagi, sko. Hvað sagðirðu? Er sama lengd? Það er sama lengd á milli eyrnasnepluleiðina og nipplanleiðina. Það er bara ekki rétt. Víst, þetta er víst rétt. Sumir er það með saggy tit, sko. Já, sumir er með sagittíriu, skilur. En það er samt, þú veist, þetta er svona rule of thumb, skilur. Að lengdin milli eyrnasneplana og nipplana, it's the same. Ég ætla að mæla það eftir, sko. Já, bara go for it. Gerðu bara svona. Settu bara... Ég ætla ekki að gera það sem þú ert að gera. Það er svo með svona fake axlabönd eða eitthvað. Ok, þetta var allavega mín. Fyrst á að vera starf. Anna var eitthvað gesturinn svo einhver flugfreyja eða eitthvað, þú veist. Fuck off. Og fyrir aftan ykkur eru 2 nýjarúgangar. Líta hér. Æi, ok, alltaf lagi. Önnur þínari minn. Ok. Gera, kall. Ok. Æi. Meðan mannesk. Lengd á tippi. Ég hata. Nei, ég elska þig. Ég bara, nenni ekki. Ég skal líka, ok, let's go, komum til með það. Meðan manneskan hlær það bil 15 til 20 sinnum á dag. Já, við erum ekki meðal manneskjur. Nei, við erum þetta hlægjum svona 15 til 20 sinnum á sekundu. Við erum líka ekki meðal manneskja. Nei. Mér finnst það ekki mjög gaman. Meðaljón eru ógeðslega. Okay. Ulla. Hvað ertu að segja? Svo, já, ég má ekki, textin er outdated. Heyrðu, önnur mín er mjög áhugaverð. Ertu tilbúin? Þú getur ekki, þú getur aldrei, þú getur ekki rópað í geimnum. Vá, alltaf það eitthvað rópað dæmi. Þú náttúrulega getur aldrei rópað. En fólk getur ekki rópað í geimnum, af því að þegar þú ert í geimnum, þá er... Það er ekki loftar. Hættu svari. Þú veist, ef þú... Fuck off. Út af þyngdaraflinu, sem er ekki í geimnum, þá nægir líkaminn ekki að greina milli lofts og sko innihalds magans. Þannig að ef þú rópar, þá accidentally bara æluru. Er ekki þetta prumpa þá heldur það? Ég veit það ekki maður, en þú veist... Sjarta maður bara með prumpar það? Sko, áhugaverða staðreyndir róp en ekki prump, Ari. Ég er bara að spurja. Nei, þú veist, ef þú reynir að rópa í geimnum, þá ert alveg lóki að fara að æla, skilur. Alveg bara lóki. Ok. Þú veist, það er alveg að fara að koma ullabjakk upp.
Lúllabjörg. Hvað er ég, leikskólabann? Allavega getur ekki rópað. Ég drep þig. Þú allavega þarft ekki að hafa áhyggjur af því að þú fer ekki með geiminn að geta ekki rópað af því að þú náttúrulega getur ekki rópað þannig að þetta er ekkert. Ég náði því. Heiði, jæja, en ok, anyways. Ok. Æjæjæjæjæj. Þriðja staðreyndin mín. Jarðarber er eini ávöxturinn það sem fræin vaksa utan á ávöxturinn. Já. Það er ég ríkur galsa, sko. Og ég ekki að vera einhver galsa, ég er ekki búin að sofa í þú veist, næstu 20 tíma eða eitthvað. It's been 84 years. It's been 84 years. Hvað segir þú, jarðarber eini ávöxturinn með fræin utan á? Já. Vá, það er sleið. Það er alveg, það er mjög áhugavert. Ég veit, það er skrítið. Mér finnst jarðarber alveg vera góð, en fræin eru stundum alveg bara too much, skilur við. Hvað er þetta að segja? Bara ef maður gerir... Hvað finnur ekki fyrir fræjum? Sko, Hvað er þetta að segja? Ef þú gerir smoothie með jarðarberjum, þá er Þeir blandast. Nei, fræin er ósloft bara eitthvað í smoothie. Þeir Það bara blandast. finnur bara mjög mikla áferð. Það er alltaf fræ í smúði þegar við setur ávist í smúði. Já, það var ekki gott. Hvað er þetta að segja? Það er ekki gott. Heyrðu, þriðja mínari. Þættirnir Friends, þeir áttu fyrst að heita 6 of 1. Og svo var hætt við það. Og þá áttu þeir að heita Insomnia Cafe. Svo áttu þeir að heita Friends Like Us, sem var svo bara stytt í Friends. Þetta er ömurlegt. Þetta er allt hræðilegt. Hefðu þú hort á Friends eða heiti bara eitthvað 6 of 1 eða Insomnia Cafe? Þeir hefur góðir, ég meina Ég elska Friends, sko. Sumir þættir heitalega eitthvað heimslegt, sko. Þetta er líka, sko, húmorinn í Friends er alveg að mörguleiti mjög outdated. Ég meina upp á þættir mínir, eða skrínþættir mínir eru Trailer Park Boys. Þú veist, það heita bara eitthvað Trailer Park Boys. Ég hef aldrei séð það. Það er alveg gott nafn, Ekki sko. þeir. Ég hef ekki séð það, sko. Já. En það er gæinn með glerun hann. Hvað segir, já, það gæði mig glur. Já, ég meina það. Fyrst þér húmorum outdated í Friends? Sumt að húmorum er mjög outdated, sko. Það nátt sér að horfa á, ég maður. Já, þau bara sumt svolítið svona... Ég reyndar hana að ég fók, mannstu þáttunum það sem Ross reynir við hvað var það, Frankans eða eitthvað? Já, og í maður. Shit, ég var búin að gleyma því. Það er svo furðulegur þáttur. Það er enda Og reynir eitthvað svakalegt. að kissa hann og eitthvað. Það er crazy þáttur. Það er weird ass þáttur. Átur, ég skil ekki alveg þann þátt, sko. Ross er enda alveg svolítið crazy karakter. Já, hann er ekki uppáldið mitt, sko. Nei. Uppáldið mitt er Phoebe. Bara elska Phoebe. Hún er best. Lisa Kudrow. Lisa Kudrow er Hún er cool. awesome. Ég líka bara tengja alveg stöðu við Phoebe, skilur. En hann, Ari, eigum við kannski að fara að tala þú veist, umræðefni dagsins, eða? Já. Með þessu áframhaldi okkar, þá kemst ég yfir kannski 2 sögur. Nei, við vonandi komast við mikið. Sko, það sem að ég gerði, ég deildi link inn á Instagram og TikTok og Facebook og í stories og alls þar. Það sem að ég bað fólk að senda mér sögur úr þjónustustörum, úr afgreiðslustörum, þjónustustörum. Og ég vildi fá sögur af bæði sko dónalegu viðskiptunum, furðulegar uppákomur sem að, þú veist, þér hafði aldrei dottið í huga einhver myndi nokkuð tíma að gera. Og svo kannski bara einhverja játningar eða með einhverja játningar sem að þú gerðir eitthvað sem gerðist þegar þú varst að vinna í þjónustustörfum, skilur. Hvað ég hef syndgað? Oh my god. Þannig það. Eitthvað svoleiði, sko. Og þú veist, að því ég er bara eitthvað, þú veist, maður fattar ekki hversu skrítið mannkynnin er fyrir maður að byrja að vinna í þjónustustörfi. Ég fatt það alveg, sko. Nei, þú veist, í alvörunni, áður en ég byrja að vinna í þjónustustörfi, þá var ég bara eitthvað, ég hef aldrei getað ímyndað mig bara eitthvað, er fólk í alvörunni svona? Já, þannig eitthvað þannig, já, ég skil hvað. Bara eitthvað, fólk bara gerir það, fólk bara fer og skilur eftir gullfiska inn á baði. Já. Súsaga, já, bæði og ég lenti því að... Það er rare shit. Það er mjög skrítið. Við lentum í að það var fólk sem skildi eftir gullfiska inn á fatlaðaklóstinu. Ég held að við höfum talað um þetta, sko. Já, og sagan er ísast, ef þið viljið hlusta á þá sögu, þá er henni þættir númer 4. Mástu hvað þáttur það var? Já, ég man hvað þáttur það var þættir númer 4, er ég þöngulhausin að vera að taka hana En já, í þættir 4 þá var ég að taka svona er ég þöngulhausin Emma the Asshole sögur og þá var saga einhvern afgreiðslu eitthvað dæmi og við töluðum söguna þar sem að fólki komu gullfiskana og við töluðum líka fulla rútubílstjóran og alls konar sem við höfum lent í afgreiðslu en núna viljum við ekki tala það sem að við höfum lent í afgreiðslu heldur við viljum tala uppákomur sem að þið hafið lent í þjónustustörfum. Já. Þetta eru sem sagt sögur sem aðrir hafa sendt inn til sem við erum að fara að lesa. Og bara annar að fara að lesa já, ég er að fara að lesa. Ekki sjá Gauð, það hefði ekki verið gaman að hafa bæði séð þetta fyrir þáttinn. Alla sögurnar eru nafnlausar, ég veit ekkert hverju sendu inn og ég get ekki séð það. Guðrún, Jóna eða eitthvað. Fyndið einhver sem heitir Guðrún að hlusta á það bara what the fuck. Oh shit, mín sa. En anyways, það eru nokkra sögur fræga einstaklinga. Og greindi frægir Íslendingar já, og ég ætla ekki að segja nöfnin af því að bara for legal þú segir mér nöfnin, sko já, en for já, við höfum að passa okkur hérna, sko svona for legal reasons þú ert að fara að segja mér nöfnin, sko já, en
svona for legal reasons, það held ég að megi ekki vera að segja eitthvað nafngreina fólk, þannig ég ætla bara að segja frægur einstaklingur, eða fræg kona, frægur kall eitthvað, og svo líka mjög mikið af fólki sem sendi mér, ég var að vinna í, þú veist, þessar verslun, og sendi nafnið á versluninni, skilur, ég ætla ekki að segja það heldur, ég segi bara matvörubúð eða fataverslun eða whatever, skilur, bara svo við vitum það að ég er ekki að fara að nafngreina hvorki versluninni fólk. Svo að við séum ekki bara for legal reasons, ég vil ekki nafngreina bara neina verslun að neitt fólk eða bara, þú veist, bara, já. Löggjöfuð í drast. Já, nákvæmlega, þannig að þú veist, þetta er bara this is just for fun. Svo náttúrulega vitum við ekki hvort að fólk sé bara eitthvað að skálda og ruglast í okkur. Ég nefnilega, það eru 2 sögur sem ég fekk sendar og ég veit ekki hvort ég ætti að lesa þær upp að því ég er pínu bara eitthvað, þetta hlýtur að vera fake. Það er svona gaman að heyra þú veist sögur. Já, ég kannski segja þér, skilur, ef ég hef tíma, en ég ætla Ég er alltaf þannig þegar þú veist á Reddit sögum með þú veist mossu eitthvað svona. Já, bara hvað þetta gæti alveg fake. Þótt þetta sé ekki alveg, það er samt gaman að ég meina maður getur lært mikið af þeim og svona. Ég meina þú veist, það var allan að fólk var að senda þessa sögur inn en ég bara eitthvað, fólk var að gefa sér tími að skrifa þetta en þú veist, það eru 2 þetta sem hljóma ógeðslega fake. Ég meina maður les shit eftir, þú veist, Issu og Arnald og svona sem er náttúrulega bara kjafta. Þannig að það eru 2 hérna sem eru svolítið fake, ég veit ekki hvort ég lesa það en þú veist Shining var ekkert að gerast, sko. Kannski Ari, maður veit aldrei. Long Walk, fuck það er leiðið þessa Stephen King bók sem ég fucking lesið. Ég þór ekki að lesa Stephen King. Shit, hann er fucking leiðileg. Ég hrætt við hann, ég þór ekki að lesa. Ég ætla bara að byrja, án jokes. Ari, you're in for a fucking treat. Yes, what hell? Þú ert in for a fucking treat. Ég ætla að byrja á einni bara mjög léttri. Eru titlar eða, þú veist, eru bara, þú veist. Nei, ég er ekki titlar, það sem ég setti var nickname. Þú veist, fólk ákvað hvort að skrifa nickname eða ekki, skilurðu? Já. Ég setti sérst nickname og svo bara sögubox. Ok, þetta er nickname hérna, Svali. Er þetta eitthvað sem skrifa einhver Svali? Já, hérna. Ok, cool. Svali og má ég lesa þessa sögu, það er haka við já. Ok. Og þetta er frægan einstakling sem ég ætla ekki að nafngreina. Oh shit, íslenska, það er bara eitthvað juicy gossip hérna maður. Þessi saga er ekki juicy. Ég þoli ekki að hlusta á gossip Ari, þessi saga er ekki juicy, ég er að ease us in with ég er svona að láta þið fá svona litla skammt í einu. Já, sæll, ok. Þessi er ljúleg og létt. Ég var að vinna í sjoppu þar sem að bókstaflega allir stoppa. Eitt vinsalasta pissustopp landsins. Ég afgreiddi fáránlega mikið af fólki á hverjum degi og það var eiginlega hverja helgi sem einhver frægur kom. Ég afgreiddi eina konu með pulsu og ég kannaðist svo við hana. Ég spurði samstarfsvin minn hver þetta væri og hann var engunær, kannaðist ekkert við hana. Ég get ekki sett fingurinn á það hver þetta var. Hún fekk pylsuna sína og það er sér borð með sósunum og ég fylgdist aðeins með henni á meðan hún setti sósuna á pylsuna. Á meðan hún borðar... Ég sé þetta fyrir mér, sko. Já, á meðan hún borðar pylsuna þá skoðar hún plakkat sem var að auglýsa komandi ball í bænum. Stór mynd af henni var framan á plakkatinu. Okay. Auðvitað var hún bara sjálf þarna að borða pylsuna, skoða plakkatið að sjálfur sér. Þetta er sagan. Ok, ég held að maður er að fara að hella sósi við einhvern veginn. Nei. Ég held að maður myndi taka chili svona og sprauta, þú veist, í augun á einhverjum eitthvað. Slíkt hefur gerst, en þetta var segast, já, hún var að skoða plakkatið af sjálfur sér á meðan hún borðaði pylsuna. Og það er cool. Þessi var svona ljúf og létt til að koma okkur inn. Vá, þetta var, ok, þú veist, já. Næsta saga. Heyrðu, þessi gerði ekki neitt nickname, en ok, það var gaur sem að pantaði heimsendingu af perludóti. Og fekk... Hvað er pause? Þú veist, hvað er perludót? Ég ætla að giska að þetta sé bara, ég held að þetta sé bara... Það er sem að straujaði þannig? Já, ég bara held að þetta sé bara venjulega perlur, skilju. Ok. Og hann fekk vittlust og mætti í búðina og sagði að ég ætti að koma heim til hans og sækja það, þú veist, þetta vittlust og perludót, og koma svo með rétta dótið. Maðurinn mætti í búðina. Já, ég fatt þetta. Já, hann mætti í búðina. Hann var ekki með perldótið. Hann kom til að segja mér að koma heim til sín. Hann kom til að segja mér að koma heim til sín og græja þetta þannig. Hann var svo reiður þegar ég sagði, þú ákvaðst að koma án þess að vera með vöruna sem þú vilt skipta og segja mér svo að koma heim til þín að sækja hana. Hann pantaði nefnilega heimsettingu. Já. End of story. Shit, þetta var heimskulega. Þetta var fáránlegt, sko. Hvað er það? Þessi var ágætlega ljúf og léttari. Já, þetta var fyndið. Ég fattaði þetta ekki strax. Nei. Anskoti. Svona er þetta lífið. Þetta var ekki frægur, þetta var bara, þú veist, eitthvað frelli. Nei, þetta var bara eitthvað gæði, sko. Ég veit það gerir ekki eitthvað meira skrýt, nei, þú veist, ég er bara að segja, þú veist, það væri fyndið. Fyndið, sko. Fyndið eða væri frægur. Nei, fyndnara eða það væri frægur eitthvað að rífast við perlum. Það væri, ég veit ekki, það er ógeðslega fyndið. Heyrðu, næsta, hún er líka stutt. Nickname, Didda. Didda? Heyrðu, það er smá svona trigger warning ef þú ert með ælufóbíu. Þetta er mjög stutt saga.
Já, þannig að ef þú vilja ekki hlusta á hana þá setjum við í descriptionið, þú veist, hvenær þessi saga þessi saga búin, þú veist. Ok, ég var að vinna í ónefndri verslun á kassa og það var einu svona mjög lítið að gera svo ég stökk til og ákvað að prófa að fá mér lummu í fyrsta skipti. Classic. Svo ég keypti mér lummu. Í fyrsta skipti? Býtu. Svo ég keypti mér lummu. Ég vissi bæði og ekkert snus en fekk mér eitthvað Ace X, greinilega mjög sterkt. Holy shit! Í fyrsta skipti! God Þetta fucked up, sko. Ég var bæði með nýbúin í matartíma. Svo... Hvað er þetta að gera, sko? Svo hinn kassastarfsmaðurinn var í mat, á meðan hún var, sko, eina afgreiða, hinn var í mat, sko. Var hún afgreiða og þegar hún nýbúin frá lummu í fyrsta skipti? Hún var bara afgreiða og nýbúin í matartíma. Oh my god. Ég fekk mér lummu, mjög spennt að prófa. Endaði svo á því að gubba yfir allt gólfi á bakvið afgreiðsluborðið. En skrítið. Mjög mikið gubb. Með kapslokk. Mjög mikið gubb. Akkurat þegar kunni lappar upp að kassanum. Nei. Auðvitað lét ég eins og ég væri veik en ég heyrði í kunnanum kúast og æla smá upp í sig líka. Þú veist, oj? Ég meina frí veikindagur, þú veist. Hvað segirðu? Og mann sér inn frían veikindadag. Já, ég reyndar. Þetta er ekki smá heimskulegt samt maður. Þetta er bara, heyrðu, ég ætla að prófa að fá mér lummu í fyrsta skipti. Ég meina, sumir reyndar mér Ace hérna. Sumir reyndar vita ekki, ég var alveg lent í að einhver vita ekki hvað, þú veist, að maður geti allt og eitthvað þegar maður fæði sér nikótín. Ég meina, að maður getur fengið svona nikótínsjokk. Þegar maður fæði nikótínsjokk, sko. Ég hef alveg orðið vitnað í fólk fáið nikótínsjokk. Það er bara eitthvað, það var einn vinur minn. Maður séð það oft, sko. Það var einn vinur minn sem hafi aldrei tekið í vöruna. Hann prófaði rauðan Fox í fyrsta skipti. Já, það er ekki gáðalegt, sko. Hann fekk nikótínsjokk. Bara ekki gera þetta, krakkar. Bara don't do this shit. Þegar var að vinna í sjoppunni. Sjoppan maður, að gerði smart í sjoppunni. Þannig að ég gaf kokkurinn reyndar keðjureykti, sko. Þú veist hvað ég er að tala um. Bestur. Og hann vildi prófa einu sinni, þannig að ég tók einu sinni í vöruna, sko. Ég er hættur núna. Oj, Ari. Já, ok. Ég er hættur í. Já, ég líka. Free the vör. Já, kokkurinn, já. The cock. Sorry. Hann langar að prófa hennar lumminu sinni. Ég var með eitthvað stert tæmi, sko. Ég var með alveg, þú veist, jalapeno lúpa eða eitthvað. Já. Ef ekki rauðan Fox, ég man ekki. Jú. Og ég gaf hann minna lummu og hann það bara 2 mínútur seinna bara kurva og þú veist oh my god, holy shit maður hann fekk þetta ekki nikótínsjokk en þú veist það bara svona það er svona sveið í vöruna og þetta gæði sem að keðjureykti já, þetta er alveg ef maður er ekki vannan að taka í munnin þú veist eitthvað, þú veist ég meina það er eitthvað smá sjokk þú veist, ekki gera það, þetta er ekki gott og þetta er líka ekki gott fyrir tennunar. Nei, eins og ég er búin að fá borgaðis fyrir það í talunum, sko. Já, það var nokkri 100.000 kallar. Já. Ok, hérna er einn ógeðslega stutt, bara svona áður en ég fer í djúbulega. En þetta var frábær saga. Þetta var góð saga. Já. Það er love you. Hérna er einn mjög stutt, af því ég ætla að fara með því eina brútal næst. Ok, fyndið, nicknameið hjá þessum heitir Maximus Brutus. Þetta eru 3 línur, no joke. Þetta er einhver Rómaveldis fan, sko. Ég afgreiddi frönsk hjón sem að töluðu bara við mig á frönsku og neituðu að tala ensku. Ég lendi í því. Já. Þau strunsa síðan út þegar ég svara þeim á íslensku. Þetta var voða skrítið, sagði búinn. En ég langar bara að segja sögu að því ég er í leita svo ógeðslega fokki mikið. Akkur getur franskt fólk ekki tala við mann á ensku? Ok, maður vill ekki vera... Ég vil ekki vera dick, skilur. Nei, sko, maður vill ekki vera með eitthvað stereotypurina, en frakkar oft bara tala ekki annað en frönsku og maður alltaf gæti ekki gert þá, þú veist, af því að maður kann ekki tala frönsku, þú veist. Ég meina, ég ætla bara að segja eins og það var mjög mikið af frönsku fólki sem var ég afgreiddi, sem var bara rosa dónalegt af því ég talaði ekki frönsku og ég reyndi að náttúrulega tala ensku við þau og skilja hvað þau voru að reyna að segja en þau voru bara ekki tilbúin að reyna að útskýra fyrir mig á ensku og þau bara fuss og sveiður ég get ekki bara svokkið skiluði. Já. Þannig að ég tengi þessa sögu. Já. En ertu reddi fyrir eitt stykki brútal? Ok. Úff. Hvað er þetta að fara að segja þér? Þetta er nickname Cleo. Patra? Ég var að fara að segja. Ok. Ég er með sögu af dónalegum viðskiptvinum en ekki á þann hátt sem að þið eru líklegast að fiska eftir heldur á bókstaflega háttin. Bókstaflega háttin? Dónalegur? Já, byrju, þú veist, önnur merking af orðinu dónalegur? Já, bara ekki rút heldur bara
Pervert? Ég veit ekki. Hvað er þetta að segja? Ok, ég var að vinna í stórri fatabúð og ég var að afgreiða með 2 öðrum stelpum þegar það komu nokkri Ég var að tala rúmmetra eða bara stóð fata verið veslu, svona keðja hvað? Ég veit ekki, það stendur bara ég var að vinna í stórri fatabúð og var að afgreiða með 2 öðrum stelpum. Ég ángar að ímynda mér að hún sé bara gett stór. Já. Þegar það komu nokkri viðskiptavinur upp að afgreiðsluborðinu, hver á eftir öðrum að kvarta yfir skrýttum hljóðum og einhverjum undarlegu úr mátunarklefunum. Það var einhver Var einhver að kirkja hana? Veit það. Shit, hvað er þetta að segja? Ég fór og gáði. Þá var bara fólk á fullin í einu mátunarklefanum. Hæ? Tjaldið var dregið fyrir mátunarklefan en það sást í fæturna þeirra undir tjaldinu og það fór sko ekkert á milli mála hvað þau væru að gera. Hljóðin... Þessi skrýtnu hljóð sem að fólk var að kvarta yfir voru ekkert nema háværar stunur. Á dauða mínum átti ég von, en ég bjóst aldrei við að þurfa að stoppa ókunna af á meðan þau verið í miðjum klíðum. Shit, það skrýtna var að þau skömmuðu sín ekki einu sinni þegar þau loksins kom út úr klefanum. Hæ? Þetta eina af þessu sem ég bara eitthvað, þetta lítur að vera feik. Þetta lítur að vera feik. Já, það gerist allt, það hefur allt gest, Pældi ég að vera bara eitthvað í einhverjum mátunarklefa og vera bara, heyrðu, ég er til í því maður, let's go. Þetta er eitthvað svona blæti, Þetta er eitthvað svona public blæti. Já, svona risky dæmi. En það er ekki til. Já, lítur að vera, eitthvað svona public, við erum í almenningi, oh my god, við erum í mátunarklefa ekki að stórri fatabúð. Já. Let's go. En já, það bara, segast já, tjaldið, stendur að sást í fætuna undan tjaldinu og fór ekki Tjald? Svona mátunarklefa í tjaldi. Það er bara einhver geta, bara ríkt tjaldinu. Maður er aldrei eitthvað að taka tjaldið, þegar einhverjum í mátunarklefa. Þú veist hvað ég að segja. Ég veit hvað segja. Þetta var ekki hurð sem var hægt að læsa, það var ekki þannig mátunarklefi. Já, þú veist, það er, wow, what the fuck. Þetta er nefnilega ekki þannig mátunarklefi, þetta var svona tjaldmátunarklefi, þú veist. Og svo sást bara í fætuna þeirra undan tjaldinu og bara þessi skrýtnu hljóð voru bara háværar stunur. Þetta er náttúrulega ekki allt í lagi, sko. Hvað? Ég er að segja það, maður veit ekki hversu fucked up mannkinn er áður maður byrjar að vinna í einhverju svona þjónustu afgreiðslustörfum, Hvað? Ég skil ekki alveg hvað... Já, sætt. Þeir eru bara heyrðu, ef maður farin í fatabúð. Hvað fæði maður þessu? Ég myndi bara vera meira hrættur heldur en turned on, þú veist, Já, þetta er bara ekki. Þú veist, hver er bara eitthvað, heyrðu, ef maður farin í fatabúð og fucking ríða. Þú veist, fólk fyrir að fucking kaupa sér föt og máta föt, pældi að vera að máta buxur og heyra svo bara eitthvað. Fólk líka fer með börni sín í búðir, sko. Literal börn, að fucking máta föt og skoða föt. Þetta er eiginlega... Þetta er ekki allt í lagi, sko. Mér finnst þetta ekki bara frekar ógeðslegt, Þetta er crazy, sko. Þegar ég las þessa fyrst, þá my jaw dropped, sko. En ég var alveg bara eitthvað, er þetta feika? Þú veist, það er náttúrulega getur hver sem er. En, þú veist, ég meina... Ég samt fucking trú þessu. Ég vona þess að Miðað við það, ég hef lent í því að fólk skilji eftir gullfiska inn á Fallaklósti. Ég er að segja það, sko. Þá trúi ég þessu. Ég actually trúi þessu, sko. Shit. En ég hugsaði þess að fyrst bara getur hver sem er verið að skrifa hennan líki hérna hjá mér, skilur. Þetta er sanns faðalegt. Einhver sem kallar sig Cleo, þú veist. Já, en oh my god. Ég ætla að taka þessu sem bara, þú veist, í sögu, náttúrulega. Ekki ríða í mátunarklefum, krakkar. Það er ekki cool. Það er alveg lóki, ekki cool, Ég held að maður þurfi ekki að vera að segja fólki það, sko. Nei, reyndar ekki. Ég held að maður sé eitthvað skrítin fyrir ef maður ætlar að ríða í mátunarklefa, sko. Þetta var saga. Þetta er áhugavert. Heyrðu, það er ein hérna. Það er ekki nickname á þessari. Er þetta, hvaða fólun eru við að vinna með? Við erum að vinna með, þetta er, maður sjá. Mér skaman að koma einhvern upp. Þetta er stelpa. Gunnþóra? Köllum hana Gunnþóru. Ég var að vinna á kaffihúsi í litlum bæ og það var fótboltamót fyrir börn þessa helgi. Litlum bæ? Hvað getur verið hvað sem er á Íslandi? Já, þetta er, og ég er ekki að fara að nefna neitt. Nei. Og það var hægt að panta við afgreiðsluna, segast í kaffihúsinu. Það komu 2 menn, svona 40 cirka, kannski aðeins eldri, gagnkynhneigðir, með 2 stráka sem voru að keppa. Okkur er það? Ég veit ekki, það stendur bara. Þetta er örugglega relevant, sko. Ok. Já, 2 menn svona... Ég sá að þið voru gagnkynhneigðir ógeðslegir. Nei, Ari. Þeir voru með 2 strákar sem voru að keppa á þessu móti og brjósti mínu eru pínu stór og ég var í vinnuból sem var alls ekki flegin en þessi menn sögðu Hvað því er flegin aftur? Flegin er svona, þú veist, með low cut, skilurðu? Já. Skoru og eitthvað svona. Okay. Hann var ekki flegin en þessi menn sögðu að bólurinn færi með vel. En það væri nú betra að hann væri flegin að því ég var við afgreiðslu. Og svo fóru þeir að hlæja og sögðu við strákana að þeir voru búin að læra eitthvað nýtt hvernig á að vera við afgreiðslufólk. Nei, what the fuck? Ég hálf fraus að því að ég hef búin að vinna við þetta lengi og ég hafði aldrei upplifað þetta. Og yfirmenninu mínir, sem eru konur, spurðu hvort það væri allt í lagi hjá mér og ég sagði þeim hvað gerðist. Þær fóru bara að hlæja og önnur þeirra sagði að það væri hægt að breyta...
önnur þeirra sagði, það nú hægt að breyta þessu og þú getur alveg farið í eitthvað flegnara eða bara flassa þá. Jó, Þannig að setja hérna mannandinn og klepp, sko. Sko, Hvað er þetta að segja? ándjóks, sko, ég fíla þess að sögu. Shit, maður, ég hef ekki heyrt svona blatant. Nei, svona, bara ykk. Hvað er rétt orðið? Bara sexismið? Þetta er ógeð. What the fuck? Hvað á hann að gera? Bara lyfta bólnum upp og bara gjörð svo vel. Ef þetta væri svona, Þetta er fokkin ykki, sko. eða væri eitthvað svona stærri fyrirtæki sem enda, ég bara segja hvernig yfir maður létt, sko. Literally, bara, þú veist, hvað heitir svona headquarters, svona yfir stofu fyrirtækisins, bara láta vita, bara, heyrðu, halló, þetta er ekki í lagi, sko. Það er alltaf að verða þetta væri, þú veist, vestlunendur eða eitthvað. Já, bara eitthvað, þú veist, þetta er ekki cool, sko. Maður gerir ekki svona. Shit, Og- maður. Ekki kommenta á fokkin titsin og fólki sem er að fokkin afgræða þig. no. Ég er að kaupa mér hérna bakkelsi og kók og ég er með hérna barnið mitt á fótboltamóti. Hvað get ég gert til að gera þessa upplifun ógeðslega óþægilega? Ég ætla að kommenta á brjóstin og gælunum sem afgræða okkur. Já, og svo bara eitthvað. Strákar, sjáðu, Svona talið þið við konur í framtíðinni. Holy shit. Og ég bara Svakalegt. Þetta er næsti, sko. Já, það getur allt gerst. Ég vona að hún sé, þú veist, í betra starfi eða eitthvað, ég veit ekki. Ég vona að Sigella sé í betra starfi. Ég bara wish you all the best. Ég vona að yfirmenniðinir séu bara, þú veist, Bara kýlan, sko. já, andjóf, bara Nei, hana bless, meina já, ég. bara bless með það, sko. Einhver hægri krókur. Hvað? Einhver hvað? Hægri krókur. Sögurkrókur? Einn á lúðurinn. Einn á lúðurinn. Ok, er tilbúin næstu sögu. Nickname, Elín. Ok. Getur Þetta er verið hvað? ekki nýtt, þetta er bara nafn, Þetta er bara nafn, sko. Hvað er þetta að segja? Þetta getur verið hvað Elín sem er. Það eru margar Elínar. Ég var að vinna á veitingastað og fekk kvörtunum að franskarna væri alltaf heitar. Það er svo heimsklegt þegar fólk kvartar yfir því að matun þeirra séu heitur. Funheitar. Hvað? Ok. Fyrir ekki þessar franskarinn eru funheit. Það er stof. En já, alltaf, anyways. Fokki, haninn aftur, sko. Þetta er ólulegt, sko. Ég hef nokkru sem líka verið hrósa fyrir góða íslensku kunnáttu. En jú, ég er með frekar dökkt hár en er mjög hvít. Og eitt sem ætlaði hreinlega að biðja að fá að hitta foreldra mína þegar hann trúði ekki að ég væri alíslensk. Veitu, hvað kemur það, Kristi? Nei, spældi samt í því að vera spældi í því að það er eitthvað afgreiði og þú er bara eitthvað, þú veist, þetta hvít manneski með dökkt hár, mikið talaru góða íslensku. Ertu frá Nígeríu? Þú veist, hvað er það? Það talar nú góða íslensku. Vá, ég ætla að hitta foreldra þína því að ég get ekki trúið að þú sért Þetta er íslensk. Nígeríu svindla með eitthvað en. Bara eitthvað, þú veist, já, því þú er með dökkt hár, Shit. þá ertu ekki íslensk. Ég fekk kvörtunum að vera allt og mikið af fólki á veitingastafnum. Já. Svo hefur ég oft verið reynt um mig og þá sérstaklega mikið af eldri mönnum heldur en ég sjálf. Alltaf þeir. En já, þetta er svona sitt lítið að hverju sem að þessi hefur lent í, sko. Shit, maður. Ég hef samt líka lent í því að fólk koma bara eitthvað, heyrðu, þetta er allt of heitt. Þú veist, þetta er of heitt. Ég hef reyndar ekki lent í því, sko. Já, ég reyndar hefur líka lent í að hérna sé allt of saltað, en það er samt. Ég heyrst að það sé saltað og sé kalt. Já, nákvæmlega, en þú veist, hvað á hann að gera, skilurðu? Bíða í 30 sekundur. Ándjóks líka, blástu á franskarnar? Blástu á þær, seriously. Guð. Líka bara eitthvað fekk kvörtunum að vera alltaf mikið af fólki á veitingastænum. Já, Hvað á hann að gera? Sparkaði út. Það er eitthvað, jæja, hopp, þessum hérna gæja, honum finnst ekki nóg gott hvað er margir inni. Út með ykkur, burt, vík, burt. Þeir eru farið á tómaborgarina hinn með göttuna. Ég nenni ekki að sjá ykkur. Æ. Hún getur líka allt yfir alla. Új. Já, það getur allt gerst. Ég meina, þú veist, já. Það getur bókstaflega allt gerst. Þetta var aðeins meira teim en síðast sagan, en þú veist. Já, þetta var svona sillítið hverju saga. Já. Gaman að heyra þessu sögur, maður. Þetta er faktisk skemmtilega sögur, sko. Við erum bara rétt að byrja hana minn. Ó, næs. Ég ætla að taka eina sakleysa næst líka, af því að svo ætla ég að dempa þér í djúbulögunar minn. Ok. Heyrðu, hérna nickname er ekkert. Hvað eru að vinna með? Ég veit ekki hvað við erum að vinna með. Ég sé ekki, hérna, kyn Hvað er geð svona gender neutral, þú veist? blær. Ég var að hugsa blær. Varstu að hugsa blær, eða? Ég var að hugsa blær. Ok. Ég er ekki að grínast. Ég var að fara að segja blær. Great minds think alike, What sko. the fuck? Ok, við köllum þessa manneski blær. Ég vann í ísbúð og þá kom eldri maður inn. Alltaf eldri menn. Það er oftast þeir, sko. Oftast þeir. Hann baði um rjómaís og heita súkkulaðisósu og ég bjóð það til fyrir hann. Vá. Svo þegar ég afhent honum, þá fannst honum ísinn vera svo rjómalagur. Og kaldur. Svo rjómalagur. Bara Rjómaís. Og hann sagði... Komdu sæll og blessa þér. Og hann sagði að hann væri bara alveg að fara að bráðna.
Ég bent honum á að ég sagði fyrirfram að það myndi augljóslega gerast ef hann vildi heita súkkulaðisós og rjómaís. Svo strunsaði hann út án þess að taka ísinn með. Ég græddi samt út af því að búðin var tóm, þannig ég fór bara inn á kaffistofu að borða ísinn hans. Nice. Og svo stendur hérna, það ekki eins og ég get afgert ísinn. Nei. Þú getur ekki, þessi blær. Það er ekki þetta afbúan til, sko. Það er eitthvað, oh shit, lof mér að setja hann aftur inn í fokkin. Það er ekki að tóa honum aftur inn í verið það, sko. Fokkin, tróða hann aftur inn. Já, fyrir ekki, já, vildur þú súkkulaðis? Já, ok, býta þess. Þetta er svona eins og þegar fólk fær kaffi með rjóma eða eitthvað, bara, ég vildi ekki rjóma, fyrirgefðu, tekur rjóma með lúmu, fokkin, hendur mér andlitað. En hver pantar rjómaís með heitir súkkulaðisósu? Pabbi? Nei, og grenja svo yfir því að ísi sé að bráðna. Ég veit ekki. Pabbi reyndar að gera það ekki. Nei, hann pantar alltaf með Já, hann er reyndar alveg fyrirlegur, sko. En hann pantar rjómaís, nei, þessi gæi, þú veist, pantar rjómaís með heitir sósu og er bara eitthvað, þetta er svo rjómalagur ís eitthvað. Já, rjómalagur og sósan svo heit eitthvað. Þetta er bara bráðna en það fyrir frá mig. Nei, sann, Ari, þú veist, hvar eru takmörkin fyrir heimskunni, sjálfurni? Ég veit ekki, sumir er bara eitthvað treyir eitthvað, þetta er asbestið eða þú veist þarna blíið sem fór í fólki í galanda, þú veist. Já, þetta er asbestið. Blímálningin. Oh my god, þú veist ekki hægt. Þetta er asbestið. Já, þetta er asbestið, sko. Ok, vá, við erum að shit yfir gamalt fólk. Sko, ég hata ekkert gamalt fólk. Nei, en þau eru svolítið öng samt. Já. Kjallan veit hvað öng er. Ég er að fíla sögur mjög mikið. Er það fíla sögur? Þetta er svo skemmtilegt, sko. Líka bara gaur, þú veist, hversu fokki stúpid ertu? Farðu ekki ís með heitir sósu allar að grenja við því, skilur við. Farðu að grenja við einhverju öðru. Það er mann að heyra þessar sögur sem fólk er að senda á okkur hérna, þetta er geggjað. Þú veist, við erum að tala að hlustendur, þið eru að gefa okkur content í hann þátt, sko. Já. Ari, ertu samt reddi í næstu sögu það? Ég er ekkert viss að setja reddi í þetta, sko. Þetta er actually eitthvað það furðulegasta sem ég hef heyrt. Þetta er næstu ég að furðulegt með gullfiskana. Ok. Ég var að vinna á kaffihúsi. Það var maður sem... Er ekki nickname það? Pók. P-O-K. Ég held að það er P-O-G. Þessi póki. Ok. Ég var að vinna á kaffihúsi. Það var maður sem kom reglulega. Mjög skrítinn, gamall maður. Heyrðu. Þetta er eitthvað þím. Gamlingen er ekki beating the allegations í þessum þætti. Nei, þetta er svolítið mikið þím, eitthvað. Sæl. Þessi maður hafði þá tilhneigingu að stara oft á starfsfólkið. Hvað var ég að segja? Ég er bara með gál með munnin. Ok, hann hafði þá tilhneigingu að stara oft á starfsfólkið og eitt sinn þá var ein hugrökkstelpa sem vann með mér sem ákvaða að gæsalappir call him out og sagði, af hverju ertu alltaf að stara svona mikið á mig? Hann var satt að stara á okkur öll. Hvað, var hann að stara svona perralega? Ég veit það ekki. Það setur að hann hefði bara verið ofta að stara á starfsfólkið. En þessi hugrökkstelpa sagði, af hverju ertu alltaf að stara svona mikið á mig? Og hann svarar, ég er bara að rannsaka þig. Hvað? Það hefur verið betra að heyra, þú veist bara, mér finnst þú sexy. Ég er bara að rannsaka þig. Þetta er eitthvað sem ekki raðmóningi segir. En Ari, þetta er ekki Ég fekk svona bara kjánarhald allstar. Ég bara svona fekk svona bara að raska þig á mig svona puckered up, þú veist, bara þetta var svakalegt. Ég er að rannsaka þig. Shit. Alltaf, þetta er svakalegt. Ok, ég get ekki lesa þetta, sko. Shit, durinn. Ekki nóg með það að hann var að rannsaka okkur. Já. Ekki nóg með það að hann var Þetta er female body inspector, sko. Án jokes. Holy shit. Ekki nóg með það að hann var að rannsaka okkur, heldur kom hann aftur inn seinna og var að venju að stara á starfsfólkið eins og alltaf. En í þetta skipti settist hann niður með kaffi sitt og bakkelsið sem hann pantaði, fór úr skónum og byrjaði casually. Nei, stopp. Hvað er þetta að fara að segja? Hvað er þetta að fara að segja? Ok, býta þess. Byrjaði að gera hvað? Með fætunum. Ok, hann kom inn, starfaði starfsfólkið og settist niður með kaffi sitt og bakkelsið, fór úr skónum og byrjaði casually að skrapa af sér tánaklurnar með smjörnýfnum sem hann hafði fengið á kaffihúsinu. Hvað er þetta að segja? Á meðan hann var að stara á starfsfólkið og rannsaka þau. Ég vildi óska að ég væri að spauga en þetta er sönn saga. Stórfurðulegu maður. Við kvörtum oft yfir honum og hann fekk á endanum bann því öllu starfsfólkinu leið ömurlega þegar hann kom inn. Eitthvað sem actually, eitthvað gott sem gerðist einu sinni. Ari, hann kom reglulega inn
starði á starfsfólki, sagðist vera að Þurftu að rannsaka kvarta þau. oft til þess að hann myndi Já. fá barn? Hvað er þetta að segja? Þú veist, hann kom inn og sagðist vera að rannsaka þau. Það er ekki allt í lagi, sko. Svo sest hann niður með kaffið sitt og bakkelsið, fer úr skónum, tekur smjörhnífinn sem að kaffihúsið á og byrjar að skrapa af sér Hvað er þetta að táneglurnar. segja? Er gett að vera með Hann horfir á bara, starfsfólkið. þú veist, þarna Guð. Þetta, ég veit ekki eins og hvað það segja. Nei, líka bara getur ekki klift tánegluna en bara heima hjá þér. Það er sem ég segja, sko. Bara, þú veist, Á hann ekki naglaklippur? oh my god. Hann hefði getað bara farið heim til sín, klift á sér tánegluna með naglaklippum, skilurðu, í sturtunni eða bara ofan í ruslafötu eða eitthvað. En nei, hann mætti á kaffihús og notaði smjörhnífinn sem er ekki beitt by the way og skrapaði þær af bara á kaffihúsinu. Þetta er eitthvað, ég veit ekki, ég veit, sko, Á meðan hann starði á starfsfólkið. þetta er eitthvað skrýnst sem ég heyrt, sko. Þetta What er the fuck? ógeðslegt. Þetta er absolutely disgusting. Svona önnur tegund að perra, sko. Þetta er bara svona önnur tegund af ógeði. Hver, Er allar þess að sögu bara einhverja gamla perra? nei, þú veist, getur þú samt ímyndað þetta? Pældi þetta hefði gest í sjoppinu, ég veit ekki alveg hvert ég hefði það haldið bara með að dreyma eða. Já, þú veist, já, fólk já. fer ekkert bara úr skónum og tekur smjörni og fer bara eitthvað, Heldur að smælmonsteri sem mætti hana bara og að fokk í hausnum á manni. pældi í því, ef var eitthvað gamalt kall að skrapa sér tánuglunar og horfa á þig á meðan. Ég myndi, ég bara veit einfallega ekki hvað ég myndi gera. Ándjóks, fucking nasty. Hvern ringi maður í? Þú veist, Jens eða? Ándjóks, Jens, Hvað? 113. Þú veist, erum við löggan? Það er gaurinn að horfa á mig og klippa sér táneglunar. Með smjörhníf, Já, hjálp. þú veist, hvað á löggan að gera í því? Þú veist, Ég er ekki að ná að sjá þetta fyrir mér. Mér finnst þetta það Þetta er ógeðslegt. eitthvað að skrýna, sko, þetta er, veist, ég veit, þetta er bara, ég er ekki- sko, what the fuck, sko. Ég er ekki að ná að sjá þetta fyrir mér. Bara eitthvað að einhver sitji bara eitthvað, fara á skónum. Svo líka ímyndi bara, þú veist, það var örugglega fleira fólk inn á kaffihúsinu. Ég meina, já, þetta er Þú kaffihús. veist, það er fleira fólk að inni, skilur du? Skrítið einhver segir ekki eitthvað. Bara þú veist. drekka Ég meina, kaffi við erum sitt. Íslendingar, þó erum aldrei að segja neitt. Nei, það er svona bystander effekt. Hættið þið að vera með bystander effekt. Ef eitthvað gerist, hjálpið þið til. Já, Ég hata bystander effekt, by the way. En ok, þetta var ógeðslegt. Þetta var viðbjóður. Já, þetta eru skrýtna sögur. Er þetta allt bara einhverju gamli ferrar, eða? Þú veist hvað? Ég bara veit það ekki, sko. Það er ekki bara eitthvað svona gleðin svo gaman í þessu. Glens, Jens og saman. Hæ? Herru, við ætlum að fara í næstu sögu, Arvin. Ertu hérna með sálarsára eftir þetta? Ég veit það. Þetta er eitthvað svona sem ég myndi bara aldrei, ég er ekki viss með, ég myndi trúa því frekar og myndi segja mér að stórfótu verið til. Oh my god. Þið hefur séð svipan á Ara, þetta var svakalegt, sko. Og ég ætla að fara í eina aðeins léttari núna. Heyrðu, nickname Hesu. H-E-S-U. Hesu? Ég var að vinna í sérvöruverslun og þekktur einstaklingur, finnst þér ekki góði að þýða þetta? Jú, heyrðu, já, næs að við þurfum ekki að þýða söguna núna. Já. Oh my god. Og að reynda næs maður, þetta er ekki Þetta er bara á íslensku. En já, ég var að vinna í sérvöruverslun og þekktur einstaklingur var búinn að semja mikinn afslátt af vöru sem Og er þetta eitthvað frægur? já, Ok. var búinn að semja mikinn afslátt af vöru sem hann ætlaði að gefa syni sínum. Þannig þetta var í raun algjör góðmennska af hálfu búðarinnar því hann ætlaði ekki að auglýsa vöruna á neinn hátt. Þannig hann kom inn samt afslátt til af vöru sem hann ætlaði að gefa syni sínum. Og búðum var bara actually það góð við hann að þau gáði hann afslátt Ok. og hann ætlaði ekki að auglýsa neitt, skilur. Þegar hann mætir til þess að sækja vöruna og borga þá var ég einn í búðinni. Þá heimtar hann að fá afslátt af afsláttarverðinu sem hann hafði samið fyrr Ég sagði auðvitað nei, ég get ekki gert það, en hann fór í fílu yfir því og endaði samt á að kaupa vöruna eftir að ég var búin að endurtaka mig mörgu sinnum að ég gæti ekki gefið afslátt af afsláttarverðinu. What? Sagan er búin. En þú veist, pældi í því að vera frægur, skiluru, komin í verslun og bara semjum eitthvað ógeðslega næs verð, skiluru. Svo fyrir að nærði vöruna og það er bara eitthvað einn gæja að vinna og þú er bara eitthvað, getur við ekki meira afslátt? Ég er frægur og þú veist, og eitthvað. Mjög ekki. Má ég fá meiri afslátt? Mjög ekki. Þú veist, og auðvitað er þessi gæi sem var að vinna, hann var ekkert bara eitthvað, já, ég get gert, þú veist, sjálfsögur getur hann ekki, líka gæi sem var að vinna, hann ræður ekkert hvort að megi fá afslátt eða ekki. Nei. Þú veist, þeir sem eru í afgreiðslunni ráða ekkert hvort að fólk má fá afslátt eða ekki. Það er yfirleitt þessi sem eru herra settir í vinnunni, skilur við. Þetta er mjög skrítið, sko. Þannig þetta er mjög dick move. Ef þú ert fræg eða frægur, Já, var hann eitthvað stressaður í því, eða? ekki láta svona, skilur við. Var hann eitthvað stressaður í því, eða? Hverjir? Þessi sem var að, þú veist, var að neita afsláttinn. Hann skrifaði bara að hann hafi farið í fílu. Ég meina, ég hefði enjoyað Já. nei, þú veist, Þú veist, hann skrifaði bara eitthvað, hér mig átjana, þú veist, ef ég hefði verið eitthvað sem var ekki að þekktur, bara Já. að byggja meiri afslátt, ég Já. sé mér bara eitthvað, nei. hvað er þetta talum? Já, þessi var skemmtileg. Ok, næsta saga.
þetta er Jóð, nickname Jóð. Bara Jóð. Bara Jóð og Ef. Jóð. Eins og júismysl með jóði. Eins og júismysl með jóði. Oh my god, þegar ég var lítil þá hélt ég að júismysl með jóði væri bara að vera eitthvað svona að djóka í bændu, bara eitthvað, að júismysl skrifa með jóði. Nei, það þú veist, jóð og ef. Jóð er eitthvað efni sem er gett gott fyrir spenan og kúnum. Já, svona mýkjandi. Ok, er þetta þriðja kaffihúsaðan okkar? Ég held að þetta er þriðja kaffihús. Er þetta kaffihús líka? Ok. Ég vann á kaffihúsi og það lappar inn þekktur íslensku maður og pantar sér kaffi og eitthvað brauðmeti. Kerfið á kaffihúsinu hefur alltaf verið þannig að við köllum upp nafni þegar pöntunin er tilbúin og fólk sækir á tiltekið borð. Einfalt, ekki satt? Jú, mjög einfalt. Það er svo flestum kaffihúsum. Já, ekkert mál að standa upp og sækja draslið sitt nema þú sért kannski, nema það sé fötlun að ræða. Ekki þegar maður er frægur. Nei, en þú veist, þetta er ekkert mál. Ef maður er ekki með fötlun þá er þetta ekkert mál. Hann segir við mig þegar hann pantar, heyrðu, þú kemur með þetta til mín, ekki satt? Og ég útskýri, nei, við köllum upp nafni þegar þetta er tilbúið og þá getur þú sótt hinga á þetta hérna borð. Þá segir hann, nei, þú bara kemur með þetta til mín og svo strunsaði hann í burtu og settist. Þetta er kannski ekki djúsi saga en ég bara þoli ekki svona forréttita pesa sem að koma fram við manni sem að sé bara þræll af lástjætt sem að þeir geta hrækt á. Láleina fólk sko, já, ógeðslegt, viðbjörnslegt. Og ég vildi óska að stæði í sögunni hvort að manneskjan hafi actually farið með þetta til hans. Já, ég myndi þetta búið. Já, þetta er búið sko. Ok. Pési, landsýrni. Forréttinda pési sem kemur fram í manni sem að sé bara þrælla lástjætt sem þeir geta hrækt á. Þetta er svo kjánalegt. Þetta er svo fucking kjánalegt, bara þú gefur mér þetta til mín. Nei, ég náttúrulega er hérna frægur og þú átt að koma með þetta til mín sko. Á Íslandi. Já, ég er frægur á Íslandi. Þekkja svona þinnu úrsmann. Já, ég meina, já. Þetta er bara, sumir búast miklu og miklu. Ó, já. Já. Sko, Ari, næsta saga. Þetta er svakalegt og ég sýna hvað er langt. That's what he said. Oh my god, Ari! Þetta er raunin ekki saga, þetta er bara rant. Hérna er bara manneskja að ranta. On jokes. Ok, nickname að? Nickname er upprópunumerki. Ok. Þetta er langt, prepare. Okay. Shit, maður er ekki sem sé tilbúin. Þetta byrja svona, caps lock. Rant, sorry not sorry. Það hefði enginn geta undirbúið mig undir það hversu óþolandi fólk væri áður en ég byrjaði að vinna á veitingastað. Þetta var allt með caps lock. Í fyrsta lagi þá stendur við hurðina þegar fólk labbar inn. Vinsamlega bíðið eftir þjóni. Og ensku, please wait to be seated. En nei, fólk bara fer og sest niður. Stundum er annað fólk búið að panta borðin sem þetta heimska fólk sest við og þá þarf ég að rífast við þau að standa upp. Þroskaðist enginn eftir 5 ára aldur eða? Í öðru lagi, þegar þú ert að láta barnið segja takk fyrir mig eða takk eða eitthvað við mig, þegar það eru svona 8.000 manns að bíða inn á veitingastæðnum og krakkiðin segir það ekki af því að hann er feiminn eða frekur eða hvað sem er og þú biður mig að bíða og ekki fara fyrir að krakkin er búin að þakka fyrir sig. Kapslokk, þá er ég ekki að fara að bíða, það eru fleiri sem ég þarf að þjóna. Ali börnin ykkar upp öðruvísi en í gegnum mig, takk. Shit. Þessi er reiður, holy shit, eða reið, ég veit ekki. Ég er on their side sko. Í þriðja lagi, ef þú ætlar að senda matiðin tilbaka því að hann er ekki nógu rétt eldaður fyrir þinn fágaða háttstétta munn fágaða háttsetta munn ekki gera það þegar þú búið með 2/3 af disknum játaðu bara fyrir sjálfið þeirra þér langar í 2 skammta án þess að borga fyrir annan þeirra. Sorry, en það er ekki 2 fyrir 1. Kvartaðu bara strax til þess að þessi sem er að borða með þér þurfi ekki að bíða eftir að þú fái seinni skammtin þegar þau eru búið með sinn mat. Sér, þetta er sko pirrað eintak af fólki. Þetta er allt facts. Þetta var rétt á sér. Þetta er þetta fyndir, þetta næsta. Ég lent bara í einhver borðar með 1,5 hamborgara og þú veist. Þetta er ekki nóg gott fyrir mig. Lóð mér að fá 9, bara nei, veistu grínast í mér eða? Ég má það ekkert. Nei. Í 4. lagi, þetta fyndið að því vorum að tala um þetta. Ef þú ert frægur, þá er með drullu sama. Þú átt ekki rétt á einhvers konar sérmeðferð frá mér vegna þess að nokkra hræður á þessu litla skeri þekkja þig. Farðu með þetta ego eitthvað annað. Það er önnu hver manneska hérna einhvers konar celeb og þú ert ekkert meira special. Sumt að þessu fræga pakki meira að segja lítur ekki áttina til mín þegar þau segja pöntuna sína. Þau eru bara allt og góðgreinilega til þess að geta hort framan í svona þjóna eins og mig. Já, það er láglauna fólk. Holy shit, maður, þetta er reitt. Sko, ég er bara, þegar ég las þetta, ég er bara, holy fuck, maður. Þetta er frábært, maður. Ég þarf að veðja, þessi manneski hefur komið heim af vakt og séð, þú veist, þarna linkirinn og verið bara eitthvað, this is my time to rant, motherfucker.
Þetta var, já, þetta kom þessu sér að brjósti. Þetta ekki búið, sko. Meira? Ég var bara komin í 4. lagi, þetta alveg upp í 8. lagi, sko. Holy fuck, ok. Í 5. lagi, þegar ég kem með 4 diska af mat í einu á borð, það sem eru fleira en 4 að borða, og það æpir einhver á borðinu leið. Heyrðu, það vantar, við vorum líka með. Ég veit, ég bara því miður ekki með fleiri andskotans hendur til þess að halda á því líka, svo ég að fara aðra ferð til að ná í þessa diska sem að vantar. Bara vá, Guð hjálpi þér að þurfa að bíða í 4 sekúndur í viðbót. Þetta æðisleg manneskja. Þetta snill. Í 6. lagi, ef þú kemur og segir getið þið eldað þetta hratt, við erum á hraðferð eða eitthvað álíka. Þá er það bara því miður ekki mitt mál. Hvað er þetta meina? Ef þú ert orðið sein á eitthvað, þá getur þú kennt sjálfur ekki koma inn á veitingastað, kortir áður og þarft að mæta á einhver viðburð. Skipulegðu þig betur, við erum ekki að fara að setja þína pöntum fram fyrir aðra vegna þess að þú getur ekki skipulagt tímaðinn. Holy fuck. Þetta svakalegt. En samt, hversu fokkin tilætlun á samt? Bara eitthvað, heyrðu, ég er orðið sein á, þú veist. Þetta allt fact singa til, sko. Ég er orðið sein í leikhús eða tónleika, en er að gera ekki að hratt matinn. Nei. Þú spurt mig. Hvernig bara að gera rætt? Borðaði heima hjá þér, fáið samlokk út í bónus eða eitthvað, shit maður, látt okkur vera. Holy shit. Þú veist, í alvörinni, skipulega ekki eitthvað betur, ég er alveg sammálað. Í 7. lagi, þetta er svo mikið af lögum. Þetta er ég að fylgja. Í 7. lagi, ef það vantar eitthvað á borðið, kapslokk, byttu mig það allt í einu í staðin fyrir að segja, það vantar tómatsósu. Svo þegar ég kem með hana, það vantar allt í einu meira gos. Svo kem ég með gosu og það vantar fleiri servíettur. Ég er ekki fucking hundur. Hætt að láta mig hlaupa fram og tilbaka. Hundur í óskilum. Í 8. lagi, við erum að bera fram kapslokk, heitan mat á heitum diskum. Hafið hemil á börnunum ykkar. For fuck's sake, ekki leyfa þeim að hlaupa út allt og fyrir fæturnar á okkur. Við viljum ekki missa matinn við þau eða okkur eða bara neinn. Kapslokk aftur, þau eiga ekki að hlaupa á veitingastöðum. Svo kemur hérna seinast, PS, ég hlægi einrúmi þegar barn sem er búið að vera að hlaupa út allt skallar borð. Þetta er endurinn. Gaur. Heyrðu, ég langar að gefa þessari mannsku fálkaorðum. Þú þarna sem að nickname upprópunarmerki, við elsku þig. Shit, maður. Það er eitthvað svona healing við að... Þetta er eitthvað svo satisfying. Svona healar eitthvað innan með manni þegar maður hefur svona, þetta var frábært. Þetta er eina bestu sögur, sko, ég var að segja það. Hefur einhver komið heim eftir veitingastafavakt. Þetta hefur allt gerst á sömu vaktinni. Já, sömu vaktinni. Jokes, og verið bara eitthvað, heyrðu, fuck this shit. Shit, maður. Bara, oh my god, þetta er crazy. Þetta er góða punktar, já, þetta með börninu og svona, já, maður þarf að passa þið við drúna. Pældu samt í því að vera með sjóðheitt, kannski bara lasagna eða eitthvað. Ég minna það örugglega hægt að kæra þá veitingastæðina því eitthvað heimsbarn hleypur á þjónu eða eitthvað. Skallar pungin á þjónunum. Sko, börn eru náttúrulega mismunandi virk og þú veist, það er kannski svolítið erfitt að setja kjur í langa tíma, skilur. Það er alltaf í lagi að vera, þú veist, að hreyfa sig og svona, en ekki í þjónunum, skilur. Ekki hlaupa í þeim sem er að, þú veist, koma með heita mat og svo kannski sullar hann á því heita lasagna, þá er bara barnið skaðbrunnið. Skaðbrunnið, eitthvað. Skaðbrunnið, barn forðast prestinn. Ok. Eða hvað? Það er minn, þú ert ekki hægt, sko, barn forðast prestinn. Já. Ok. Þetta, já, þetta voru góðu punktar og ég óska þessari mannesku bara allt gott, sko. Alls er besta, ég megi kottiðin vera kaldur að eilíf. Já, með að báða hliðanar og kottanum vera kaldar alltaf og má bjóliðin alltaf vera ískaldur og þú veist og maturinn funheitur og eitthvað. Hann er funheitur, ekki ofheitur samt. Passaði heitur. Viljum ekki að fara að kvarta. Kannski verður þetta lengri þáttur en ég var að búast við, en það er bara gaman, eða ekki? Ég er having the time of my life. Having the time of the life, ég ætla bara að hafa þetta það langa þátt. Ég langar bara að fá mér sæng og leggjast inn upp í rúm og honk sjú, þú veist, að mér að lesa þessa sögur. Þetta er skemmtilega sögur. Gekkja, sko. Við Ari tókum smá svona ónefnt fyrirtæki lakkrísstraumir pásu. Ok, næsta saga. Ég ætla að segja að hún heiti Margrét Davíðsdóttir. Ok, Margrét Davíðsdóttir. Ég er kvenkyns. Ég vann á bensínstöð og það kom kvenkyns viðskiptavinur inn. Já, í alvöru? Hann vantaði hjálp við að finna smurolíu á bíli sinn. Nema hvaða, hún vildi ekki mín aðstóð. Né samstarfskonu minnar. Hún var ekki afgræðan og ekki samstarfskonuna heldur. Við höfum lent í þessu, sko. Jep. Hún spurði sérstaklega eftir hvort það væri karlmaður sem geti aðstóð hana. Shit, sko.
Ég skottaðist á bakvið með bros á vör að sækja eina kallkynsmannin sem var á vakt. Please, hann viti ekki þetta. Svo stendur inn að svega því ég vissi hvað var að fara að gerast. Hann kemur fram og viðskiptavinurinn fyrir að spyrja hann aðstoð. Hann snýr sér strax til mín og spyr mig því að hann þekkir ekkert inn á þetta. Yes! Hún var humbled real quick. Svo nice. Svo stendur inn að svega. Hún þáði mína aðstoð með mikla skömm í eigin garð en sagan var nú ekki lengri þetta. Sæll, Til þetta fucking gott á hana. Þetta. Fucking shit. Þetta saga allt sem ég vonaðist. Og þetta var allt sem ég vonast til þess að væri. Þetta hefur verið einhver garðabæi eða eitthvað. Jú, Ari. Þetta er bara svo fucking fyndið. Þú ert bara eitthvað, mér vantar smurolía bílinn og ég vil ekki fá aðstofna þína af því þú ert ekki með tippi. Þú ert ekki með tippi. Já, Sorry. hún veit ekki það, maður. Hún var ekki að skoða hún í... Nei, reyndar, hún veit ekki það. Hversu pirrandi er þetta? Svo bara eitthvað, þú veist... Við höfum lent í þessu bara eitthvað, við vantar smurolíu, við vantar rúðuþurrkur, en þú ert náttúrulega að stelpa, þú veist ekkert. Þegar ég var sko Veist ekki neitt. 16 ára að vinna hana í sjófinn með þér, ég vissi ekki neitt smurolíur sko. Nei, ég hef búin að fara á einhver 3 námskeið eitthvað. Það kom einhvern tímann einhver kom til mín og þú veist til mín örugglega bara að því ég var Strákur. ég man eftir þessu að því að hún svona þú og ein önnur voru þarna fremst í afgreiðslunni. Ég man eftir þessu, ég var að fylla eitthvað á Ok. og hún svona kom inn, horfði á afgreiðsluna Oh my god. og svo svona kringu sig og þú veist labbaði til mín Oh my god. og ég náttúrulega sagði henni bara að tala við ykkur af því ég vissi ekki þetta því ég var 16 ára sko. Ógeðslega fyndið. Já, þetta er sama situation sko. Þannig að ég tengi virkilega við þetta. Neðast í alveg, ég er ekki að grínast, ég tengi svo mikið, þetta er líka bara því að þú veist, ég veit fullt smurolíur og rúðuþurrkur og eitthvað svona shit, að því við fórum á námskeið, það var bara skylda, skiljuru, og það var mjög fyndið þegar fólk var bara eitthvað, já, þú er náttúrulega... Fóruð á námskeið? Við fórum á námskeið, ég fór á 3 námskeið, ég fór á 3 smurolíunámskeiðari. Ég fór ekkert námskeið. Nei, ég var að vinna það alveg í smá tíma, skiljuru. Ég vann hana í mörg ár. Já. Ég tengi virkilega við þetta sko. Já, ég líka, þetta er líka svo fyndið bara eitthvað, já, þú ert náttúrulega bara stelpa, þú ert ekki með heil, þú ert bara með tennisólbúa, þú veist ekki neitt smurolíur. Hvað segir? Þessi var mjög góð. Heyrðu, on the topic af hlutu sem við höfum lent í. Hér er ein sem að bara... Það hefur bara lent í öll á þessum lista. Við höfum lent í mjög svipuð, ég allavega. Hérna er saga sem að ég tengi mjög mikið við að því ég hef lent í þessu sko. Ég hef lent í mjög svipuð. Nickname, Jójó. Jójó. Með uslunni eða jóð? Jóð og jóðó. Ok, ég var að vinna í fataverslun þegar kemur inn maður að skoða. Það voru nokkrir aðri viðskiptavinir í versluninni að skoða. Út með hann. Ari. Það voru nokkrir aðri viðskiptavinir í versluninni að skoða, bara venjulegu dagur sko. Nema hvað, þessi maður að skoða buxur þegar hann girðir niður sig, bara við buxnarekkan og stendur... Heyrðu, þú hefur lent í nákvæmlega sama. Oh my god. Og hann stendur á nærbuxunum út á miðju gólfi og er að bisa við að taka skálmannar á ökklunum þegar ég fyrir til að svo segi afsakið hvað ert að gera. Þá segir hann, nú ég er bara að máta buxunar áður en að ég ákveð hvort ég vilji kaupa þér eða ekki. Og ég segi, já, við erum með mátunarklæðina til hægri, þú mást vinsanlega máta þar inni. Það er ekki venjan að fólk afklæði sig bara fyrir framan alla í búðinni. Hann hnussar bara og gengur á nærbuxunum inn í mátunarklæðina til þess að máta. Svo kemur kapslokk. Hvernig dettur einhverju þetta í hug? Já, Anna, það er góð spurning. Hvernig dettur einhverju þetta í hug? Ég sagði svo systur minni frá þessu, hún vinnur í búð og við erum sammála það að fólk kemur manni hvergi eins mikið og óvart eins og þegar maður er að vinna í þjónustustarfi. Heyrðu, ég lenti í þessu og veistu hvað er ógeðslega fyndið? Nei, sko, þú hefur lent í nákvæmlega sama. Ég er ekki að djóka þér. Fyrirverandi samstarfsmaður okkar, hann sendi inn sögu. Ég er ekki að djóka. Það? Já, af því að ég ætla að finna hana. Þetta er svo fokkið fyrir. Hann setti inn hérna nickname Angelito. Hann heitir það ekki. Angelito. Þegar að þekktur bóndi að svæðinu kom og baðum að fá að máta vinnubuxur og Anna var að benda honum á hvað baðherbyggi var. Sko, þekktur bóndi, sko. Þegar hún sér að hann er búin að gera það niður í sig. End of story. Já. Og þú veist, ég held að sé bara fokkaðis í mér að þetta segast gerðist við mig. Það kom bóndi á svæðinu og var að skoða vinnubuxur. Þekktur fyrir að vera alltaf skrítin, sko. Ari minn. Veist, það er ekkit leyndamál. Það er ekkit eitthvað leyndamál, sko. Það veit að það bara allir. Nei. En hann kemur í allan inn, þekktur bóndi á svæðinu og er að skoða, við vorum með svona, það voru reyndar ekki mátunarklefar í sjoppinu, sko, en við vorum með svona vinnubuxur og alls konar. Þú veist, ef maður er að kaupa sér ekki í sjoppinu, þá kaupir maður það bara. Það kaupir maður það bara. En við vorum með sér hvernig var þetta ekki einhverja vinnubuxur og eitthvað? Jú, bara svona basic vinnumannsdæmi. Já, svona bara einhverja vinnumannsbuxur. Það er að kaupa skýrtur og vettlinga og svona buxur og svona. Þú veist, í hotninu þarna. Og hann kemur á afgreiðslukassan og biður sérstaklega að ég hjálp honum að því að ég er náttúrulega konu og hef vit á fötum. Þannig að ég fer eitthvað með hann og reyna að finna stærðina og eitthvað. Og ég er eitthvað, segir bara í hvað stærð ertu og hann segir við það að ég er að leita stærðinni. Heyrðu,
svo snýjum við og þá hann bara einmitt búinn að gera það niður sig, ekki allt heldur bara. Þetta þetta er ógeðslega fyndið, ég vildi óska. Þetta Ace Ventura atriði. Ég ekki þess, ég vildi óska að einhver hefði tekið þetta upp, af því þetta er ógeðslega fyndið, af því sko þessi betur fyrir ekki nærbuxunar, en bara þú veist, hann var búinn að gera það niður þessu buxunar og var bara, og mér brá svo mikið að ég svona sleppti buxum og hljóp fram, ég bara, alveg hérna og ég svona, ef þú vilt máta þá klósti bara þarna eitthvað hérna, svo kom ég bara strauði þessu tómaturinn í afgreiðslunni, ég bara, oh my god, hann bara girti niður sig, alveg hérna. Ég sagði þér einhverjum að ég var ekki að vinna með hann. Nei, þú varst ekki byrjað að vinna með þetta var rétt að þú byrjar að vinna. Ég sagði öllum sem voru, ég var bara á vakt með strákum sko, þegar þetta gerðist og ég sagði þeim öllu frá svo þeir fokki dóur hlátri sko. Þeir skiti buxunar og hlátri, en mér varst bara svo fyndið að fá inn, já það búið og ég stóð hvaða búð þetta væri sem átti fyrri söguna. Mér langar svo að segja hvaða búð þetta var, að þetta er mjög þekkt fataverslun á Íslandi, en ok, anyways. Nei, ég ætla ekki að gera það ég nenni ekki að hætta það. Nei, ég nenni ekki að fá eitthvað legal shit. Mér finnst bara svo fyndið að fá þessa sögu og fá svo frá fyrrverandi vinnufélag okkar það sem að gerðist hjá okkur, af því að þú veist þetta greinilega ég er ekki eins sem við lenti í þessu sko. Svo fór ég heim og sagði með pappa frá þessu. Það er samt ótrúlegt að einhver annar hafi lent í þessu. Það er fucking fyndið. Svo sagði líka þegar ég kom heim og sagði með pappa frá þessu, ég veit ekki hvert þau ætluðu. Þú veist, þau bara þau voru í hláturskasti í svona gott korter sko. Ekki girða niður ykkur. Þú veist, farið inn á klósett eða mátur að klefa eitthvað eða viljið máta hlutina. Ekki bara eitthvað girða niður ykkur. Svo bara eru svo fattlausir eitthvað. Ég skil ekki. Þetta bara ekkert awareness sko. Bara, þú veist, hvað er þetta að gera? Þú veist ekki heima hjá þér, skilur? Þú veist ekki fara í sturtu heima hjá þér, bara eitthvað, heyrðu, lof mér að fara úr fötunum. Bara hér, bara fyrir framan alla. Okay. Já, þannig að ekki fara úr buxunum í búð krakka mínir. Nei, bara farið bara úr buxunum þar sem að ykkur boðið að fara úr buxunum eða sko þar sem að þið að fara í styrst. Ok, ég veit ekki. Það sem ykkur boðið að fara úr buxunum? Hvað? Þarf ég að fá leyfi til þess að fara úr buxunum? Hvað er þetta að segja? Þetta átti að vera klúrbrandar þetta hljómaði ekki þetta illa. Holy shit, maður, ég get ekki sjálf mig. Ég þú frábær. Næsta saga. Nickname Helenene. Helenene. Þetta er það vandræðalegasta sem ég hef gert eða lent í afgreiðslu /þjónustustarfi. Ég var þjónn á veitingastað. Það lappar inn maður með dóttur sinni og þau panta hádegismat og allt í góðu með það. Ég byrjaði að gera drykkina tilbúna og meðan kokkurinn eldar matinn. The cock. Okay. Þau pöntuðu kók Þau pöntuðu kók og appelsín og við vorum með það í glerflöskum. Ég vil taka fram að ég er með gott jafnvægi dagsdaglega en að halda á bakka með 2 glerflöskum og 2 glerglösum ætti að vera bannað með lögum. Okay. Ég lappa til feðginana með drykkina, afhendi manninum kókið og glasið á meðan ég beygi mig aðeins og viti menn, kapslokk, appelsín glerflöskan dettur og hellist öll yfir dótturina. Pappin horfir á mig reiðilega á meðan ég segi oh my god, sorry og reyna að þurrka upp eins vel og ég get. Maðurinn horfði oft reiðilega á mig á meðan þau borðuðu matinn og svo þegar hann loksi stóð upp til að borga þá fattaði ég að ég gleymdi kokteilsósuna hans líka. En hann sagði aldrei neitt. Örugglega því hann var hræddur að fá kokteilsósuna bara allir við andlitið. Já, ok. Þetta er fucking fyndið en oh my god, hvað þetta er ógeðslega vandræðalegt. Já, leiðilegt interaktion. Þetta er svona shit sem að maður man eftir og maður bara, fuck maður. Þetta er svona sem heilin svona rifjar upp klukkan 4 á nóttu að reyna að sofna. Manstu þegar þú eyðilaði daginn fyrir barninu og gleymdi kokteilsósunni, já. Oh my god, þetta er svo ömulegt ég er svo relatable. Hversu oft gleymdi maður að koma með kokteilsósu? Ég meina eina sem maður getur gert er bara að segja sorry, skilur, vera bara oh my god, fyrirgefðu, ég ætla ekki að hella appelsínu yfir dóttu þína. Það geta vera brjálaður og það er leiðilegt að einhver missir appelsínu í bannið. Mjög leiðilegt, en þú veist, það sem er búið að gerast ekki hægt að taka tilbaka og þetta er svo erfitt og þetta er svo relatable því að ég gleymdi kokteilsósu svo oft þegar ég var að vinna á sjoppinu sko. Þetta er svo erfið saga. Þetta er, já. Bara líka af því þú getur ekki, þú veist, fötin verða blöyt allan tíman af appelsíni. Það er ekki hægt að gera neitt nema að setja í þvottavélina og fara í sturtu. Þetta er svona sitcom episode sko. Þetta er svo fucking vandræðalegt sko. Þú veist, satan bara með barnið hann allan tíman og í rennandi blöytum föt af hverju fór ekki heim bara að skipta föt. Af því þau voru búin að panta mat. Já, þetta bara cancela, það er þetta cancela það sko. Þau voru bara, þú var bara að koma með drikkina og meðan þau biðu eftir matnum. Fucking awkward. Ég hefði nú staðið upp og farið með dóttur mína í reynföt sko. Ég hefði gert það líka sko. Ok.
Ég var að vinna í Boltalandi í verslun og það myndast oft löng röð og pirraðir foreldrar þurfa að bíða. Það er leyfilegt fyrir einn starfsmann að hafa 10 krakka og ég var að vinna með einum öðru starfsmanni og það er komin löng röð. Svo kemur frægur íslensku maður fram fyrir röðina og biður mig að skrá barnið sem að hann var með inn en ég segja að það er allt fullt og það sé röð og benda röðina sem nær næstu því að innganginum og hann fussar eitthvað á dæsir og segir svo, veist ekki hver ég er eða? Og svo byrjar hann að setja útifötuna barninu á afgreiðsluborðið. Ég segi aftur við hann að það er því miður allt fullt og þú þarft að fara aftast í röðun og bíða svo allir hinnir. Hann gerir einhvern svip og segir að þessi þjónusta sé ekki boðleg og strunsar í burtu. Wow. Frekar dick move. Entitled, sko. Frekar dick move, sko. Hvað finnst þér þessari? Skrítið. Já, það var ekki nickname á þessari sögu, bæði. Nei, já. Gústaf, þetta er Gústaf. 1 stykk Gústaf. Þetta er ógeðslega fyndið af því að þú veist frægur einstaklingur að hinta að barnið sitt fá eitthvað free pass í Boltaland. Þetta er svo skrítið líka af því þetta er bara svona af hverju að segja veist ekki hver ég er. Þetta er svo cringy. Mér myndi aldrei dett í huga að labba upp að einhverju mannesku. Hvað, veist ekki hver ég er? Ég er með podcast og hérna og ég er alveg low-key með félagsfælinu líka og hérna, veistu ekki hver ég er það? Og ekki skilja að fá frípæðismaksa? Veistu hver ég var? Veistu hver ég var? Siggi Löö. Mamma elskar Sigga Löö. Þetta var ekki Siggi Löö. Þetta var ekki Siggi Löö. Ó guð, þetta var ekki hann. Siggi, hann er náttúrulega fucking nice gæi. Það er örugglega sko. Ég held að það hafi gestu ógeðslega marga að það komi einhver og segja bara, veistu ekki hver ég er það? Mjög skrítið. Ef ég vissi hver þú ert, af hverju ætti ég að gefa þér einhver svona special offer eða eitthvað? Af hverju ætti ég að vera bara eitthvað, jú, vá, ég veit hver þú ert. Núna ætla ég að taka barnið þitt í pössun. Sko, ef 50 Cent myndi mæta, það myndi samt vera bara eitthvað, eru þið galið í býta þér? Farðu í röð, maður. Þetta grínast í mér að... Sko, að þið búin það með hann. Á, gríns. Taktu barnið þitt með að skoða eitthvað skemmtilegt. Þetta er pirrandi. Já, mjög skrítið. Jæjari. Næsta saga. Heyrðu, nickname er Ice Hot 1. Hvaða legend gerir þetta? Heyrðu. Þetta er frábært. Hvað langt síðan heyrði Ice Hot 1? Já, ég líka, ég bara gleymi þessu. Ég var ekki, oh my god. Ég var 15 ára að vinna í ferðaskrifstofu. Ég var svo vön því að tala ensku alltaf þegar ég var að tala á... 15 ára að vinna ferðaskrifstofu? Já, ég var líka bara, what? Hvað? Ég var svo vön því að... Jimmy Neutron eða? Hvað? Ég var svo vön því að tala alltaf ensku þegar ég var að taka móti fólki. Ferðaskrifstofu, skilju. Innlappar eldri maður, fór hvað mikið eldri mönnum í þessum sögum. Ég segja, það er bara lægð á þessari þjóðstundum. Innlappar eldri maður og ég byrja á því að segja good day. Hann ansar í sömu mynd og heldur áfram að ekki klóra sig áfram í enskunni, heldur fljúga beint á raskatið. Þegar ég heyri rammsterka íslenska hreiminn þá fatta ég að hann er að sjálfsögðu Íslendingur. Já. Leiðrétti ég mig? Ó nei. Mér fannst það alltaf vandræðalegt verandi Nei, hann hættu, nei. Ég get ekki hlusta á þetta maður, ég cringe svo mikið að heyra eitthvað svona. Verandi 15 ára skvísa með bullandi félagskvíða, svo ég beið bara með hann að reynda að henda saman stökum og stökum enskum orðum inn á milli blótsýrða sem runnu milli samanbitinna tannana. Ég get alveg þóst verið útlendingur í smástund til að bjarga mig frá því að vakna í andköfum út frá þeirri martröðsum og eftir að hrella mig mánuðu saman ef ég segi eitthvað núna. Hvað fokkin vel skrifa, maður. Þetta, ég var að segja, þetta last eitthvað ljóð hann. Gauir, fokkin ógeðslega vel skrifið saga. Nennir að gera spásu, Ice Hot 1, please. Ég var varla búin að sleppa hugsunni þegar systir mín kemur og segir mér hún þurfi hjálpin í eldhúsi eftir ég er búin að afgreiða. Shit, þarna komst upp í mig. Wow. Ertu Íslendingur? Já. Af hverju í andskotanum gast ekki að ælt þessu upp og þér fyrir stelpa? Ok, þú það missa mig hana kannlega, sko. Þetta er í caps lock, sjáðu. Stelpa, oh sjáðu, my god. þetta er caps lock. Afsakið þetta, heyrðu, Jóna hérna ætlar að klára að afgreiða þig. Okay. Í dag er ég að verða 30 en ég fæ ennþá kjánarhóll niður í tær þegar ég hugsa tilbaka. Eftir þetta býð ég alltaf góðan daginn á íslensku sama hvað. Úff. Ég lærið þetta mjög snemma þegar ég var að vinna. Þetta er svo vandalegt, oh my god, djöfisins tímasetning. Shit. Hjálpa mér í eldhúsi. Ég var að klára afgreiðan, please, geturðu? Líka bara eitthvað, milli samanbitin á tannana. Þú sem skrifar þetta, kæra Ice Hot 1, nennir að skrifa smásur. Þetta er fucking góð saga, sko. Góð saga og vel skrifuð. Þetta er viðbjóðslega. Þetta kennir okkur að segja alltaf góðan daginn á íslensku bara. Svo mikið cringe. Þetta er svo mikið cringe. Nei, þú veist, ég cringe. Líka hún skrifaði, hún er að vera 30
Þetta gerast úr 15 ára og hún er ennþá kjánarhrótt. Ég trúi því alveg. Þetta er svona eitt af þessu momentum. Já. Og ég bara eitthvað, oh my god, ég tengi svo mikið. Ég á nokkuð svona moment frá því þegar ég var að vinna í sjoppu og bara eitthvað, ég vildi óska að það hefði ekki gerst shit, maður veit ekki hvað maður að gera þegar maður 15 ára. Nei, ég ætla að djóka. Svo lendur maður í ykkur ógeðslega vandræðalegu. Eins og þetta með þarna þegar, fuck maður, ég gerir sketsum á TikTok þegar kom gæi í lúgun og bara eitthvað, ég ætla að fá ég að smaka. Og ég bara eitthvað, ekkert mál, viltu Durex eða Playboy, við erum bleika Durex og hann bara eitthvað, er ekki alltaf í lagi, ég var að biðja þau með Swiss Mokka. Já, Swiss Mokka. Stopp nú, hættu. Þetta er eitt af þessum mómentum sem ég hugsa reglulega og fæ kjánarhrótt niður þær. Já, það er alltaf ekki skrítið, sko. Ég var bara eitthvað farin að sína gæi einhverju Durex Mokka og Playboy Mokka og hann vildi bara fá ekki Swiss Mokka. Já. Það grínast í mér það. En, hann var svona mumbler. Hann var svolítið mumbler, sko. Ok, tökum eina stutt og létta næst. Ljúft og laggott. Þetta nickname er aftur of mikið svona of mikið nafn og nákvæmt nafn, sko. Þetta er ekki eins og þú Guðrún eða þú veist Jóhanna eða hvað þú veist. Segjum bara að hún heiti Jóhanna Guðrún. Já, segjum það bara. Það er bara Jóhanna Guðrún þessi. Það kom kona í snyrtivörudeild þar sem að ég vann. Ég bauð henni aðstóð. Hún tók eitt lúk á mig og horfði áberandi illum augum á húðflúr sem ég er með á framhandleggnum. Þetta er ekki það sem ég held að vera að segja. Ekkert offensive flúr, bara rósir. Hún bað einhver önnur myndi aðstóða sig. Ég var svo eina á vakt sem gat eitthvað aðstóðað, en ég sótti aðra konu til að hjálpa. Samstarfskona mín spurði strax aðstóð fyrir framan konuna. Ég elska sá fordóma fullt fólk humbled. Já, náttúrulega bara satanísk og viðbjóðslega þessi húðflóra. Já, náttúrulega bara ef þú ert með tattoo þá máttu bara, þú veist, djók. Já. Við erum að djóka, ég mátt að tattoo, við elskum þig. Ég er líka með tattoo. Þess pældi ég að vera bara eitthvað, að horfa illum augum á hana, vera bara eitthvað, nei, ég vil ekki aðstoð frá þér, því þú ert með blek í húðinni þinni. Ég meina að meðan tattoo er ekki, þú veist, Andrés að taka Mikka Músa aftan eða Þetta var bara rósir. Já. Þú veist, og hún fyrir eitthvað næri hina gæluna sem er að vinna með henni, en gælan spyr þess með tattúi strax aðstóð, skilur við. Og þá var þessi gæla sem að vildi aðstóð mjög humbled. Já. Ég elska líka hún hefur úr garðabinu líka. Armin. Ég satt elskar að fólk er humbled. Ég meina, þú veist, það fá sér ekkert allir tattoo, skilur við, en ekki vera eitthvað að horfa mannesku með tattoo eins og sé bara eitthvað ógeð eitthvað. Í flestu tilfellum þá, allavega þeir sem ég hef hitt sem er tattoo, smella alltaf heldur vel, sko. Smella vel? Ert þú bara eitthvað að lykta fólki? Maður finnur alveg að bara svona waft þegar einhver labbar fram hjá manni. Ég er ekkert eitthvað bara eitthvað, þú veist, þegar einhver labbar fram hjá mér eða eitthvað, þú veist. Þetta er ein önnur léttulega gott. Nickname, Gústhildur. Gústhildur? Og það er skemmtilegt nafn. Þegar ég var krakki var verslun á neðstu hæð í blokk þar sem vinkona mín bjó og hún var mikið að hanga alltaf í þessari búð. Við ákváðum einn daginn að gera smá prakkarastrikk og við fylltum tóma smjörfadollu með grasi og steinum og komum henni fyrir inn í versluninni. Lol. Nokkrum dögum seinna þá kemur eldri maður inn í... Alltaf eldri menn, what the fuck? Nokkrum dögum seinna þá kemur eldri maður inn í búðina. Ekki sáttur, skiljanlega, því konan hans hefði keypt þessa tilteknu smjörfadollu. Vinkona mín var einmitt stödd í búðinni eins og svo oft áður og auðvitað hljópun út alveg að springa úr hlátri. Mér finnst þetta fyndið, þetta er harmless joke. Já, þetta er mjög harmless. Þetta er fokkið fyndið, bara hvað heyrðu. Ég keypti smjörfadollu og fyllt með grasi og... Það er böggandi þegar maður kaupir smjörfadollu. Það er reyndar, sko. En þú veist, maður er alveg bara hvað, heyrðu. Bara what the fuck, skilur. Það er einhverja má ég fá nýja smjörfadollu. Gamall gæi, kannski vera nýsestu niður með harfiski sín og rúgbrauð og það er bömmir, sko. Ætlaði bara að smyrja harfiski sinn. Það er ekkit endilega með bakið til þess að vera alltaf að labba aftur út í búð, sko. Ekki beint, sko. Við erum bara, heyrðu, það er gras og steinar. Mér langar ekki til það. Man alltaf, contest clue að krakkar er eitthvað fokk í, þú veist. Já, nefnilega, sko. Það er bara að byrja nýja smjörðúll á þess að öskra einhver, sko. Mér finnst þetta fyndið. Mér finnst þetta góður harmless joke, sko. I love it. Þetta er frábært. Ég fíla þetta. Ok, næsta saga. Nickname, Garðálfur. Sæl og blessuð, elsku... Ég elska þessi nickname, sko. Ég veit. Sæl og blessuð, elsku Ari og Anna. Ég hef ótrúlega gaman að hlaðvarpinu ykkar. Það er besta. Takk, Garðálfur. We love you. Ok, ég hef ótrúlega gaman að hlaðvarpinu ykkar. Því langar mig að taka smá þátt og senda ykkur eina sögu. Eins og gengur og gerist í þjónustubransanum, þá hafa maður margar sögur í bankanum. Láttu okkur vita það. Hvað er þetta eitthvað sagfræðingur? Þetta er vel skrifað. Þetta er mjög vel skrifað. Sviðsmyndin er svona. Það er að nálgast jól á því herra... Sviðsmyndin er svona? Þetta er geggja vel skrifið saga, sko. Skrifa leikrit.
Sviðsmyndin svona. Það að nálgast jól á því herrans ári 2020 og ég var að vinna í ónefndri byggingavöruverslun í Garðadeildinni. Þessi Garðadeild hélt upp á jólin í ónefndu byggingavöruverslunni. Ég elska hvað þú skrifar þetta sko. Ég var strax í byrjun október byrjuð að setja upp jólastandana með öllu jólaskrautinu og seríunum. Einnig var boðið upp á alvöru jólatré en þetta árið komuðu heldur seint frá Danmörku. Fyrstu helgina í desember, sem var fyrstu annar mánaðarinsins, Anna mín, mánaðarins, voru tréin nýkomin fyrir aftan hús. Þar sem fáir starfsmenn voru helgar og lítill tími var að sinna stórum verkefnum, var ákveðið að geyma það að setja þau upp í kaldaríminu þar sem þau eru hengt upp. Það var brjálega að gera þessa helgi eins og flestar helgar. Við lok dags þann 1. desember kemur maður upp að mér og spyr reiðilega hvar jólatríin eru. Ég segi honum að þau hafi komið seint og ekki hafi gefist tími til að hengja þau upp til sínis, en þar sem var svo langt til jóla ekki endilega best í heima að setja strax upp jólatríin í stofu, en það þetta lifandi tré sem fallegt bara x lengi. Hann horfir á mig eins og ég viti ekkert í minn haus, en það gerðist oft þar sem ég var á þessum tíma ung skvísa sem tók þetta kona, sko. sem tók þó starfinu sínu alvarlega. Hann spyr þá hvort hann megi skoða jólatríin sem eru úti. Ég gat nú ekki neitað honum því, þannig ég gekk með honum út. Svo innan svega, það var snjóstormur úti, by the way. Ég tók upp dúkahnífinn minn og klifraði upp á tréstablan. Og svo innan svega, hann var 3 metrar á hæð. Ó, guð. Ég þurfti að skera umbúðarnar að trjánum til að ná til þeirra. Svo rann upp fyrir mér að hann þarf að velja tré náttúrulega. Shakespeare Ísland, sko. Þetta gekk að vera skrifið saga. Hann lúkkaði eins og maður sem tæki bara ekkert hvaða tré sem heim. Ég rétt honum tré sem sat efst á staflanum og reyndi að sannfæra hann það að það væri flott. Og svo innan svega, bara minna á það að snjóstormur og ég bara í ból og vinnuvesti. Oh my god. Damn. Shit, maður. Hann ekki lengi að segja, nei, alls ekki þetta tré. Nei, ekki þessi. Ekki þessi nýndu. Oh my god. Stelpunni reference. Lól. Ég rétt hann þá annað tré og hann segir það sama. Eftir nokkur tré segir hann mér að koma niður sem ég geri það sem ég var orðið sjúklega kalt. Í staði fyrir að þakka mig fyrir og segjast alltaf að koma seinna, þá rífur hann dúkahnífinn af mér og klöngrast upp sjálfur án þess að yrða á mig. Shit. Fucking dick. Ég var ennþá að ná áttum þegar það byrjar að rigna jólatrjám í kringum mig. Svo bam! Ég fæ 1 tré beint í mig. Oh, shit. Þetta grenitré, sko. Ég var... Nó. Ég ætla að vera pálmatré. Hvað segir? Ég var og ýmsu vön þegar að kemur að samskiptum við kuna, en þarna var ég alveg orðlaus. Hann kemur svo niður og tekur tréð sem flug skallaði mig og segir, jú, ætli ég takk ekki... Já, þetta er flott. Ætli ég takk ekki þetta bara. Það lendi svo fellega vel, mér langar í þetta. Mér langaði nú eiginlega bara í innegnamiðan. Shit, og lappar svo inn án þess að þakka fyrir sig. Þannig að hann, tók tréð sem að hún skallaði og, segist vilja bara innegna Shit. Og lappar, inn án þess að þakka fyrir sig. Djöfusins fucking aðstæður. Andjóks. Shit, maður, þú ert að fara varlega með því en þú fara í, úlpuð eitthvað, þú ferð út. Hvað er þú? Úlpu? Ok. Ég stóð eftir gáttuð í snjóstorminum. Þannig var sagan öll. Ég fekk heilt jólatré á mig þar sem að fullorðinn maður vildi svo mikið fá 5.000 króna innegna með það sem fylgdi jólatrjánum sem var bara hægt að nota í þessari ónefndu byggingavöruverslun. Þess að fylgdi öllum jólatrjám 5.000 króna innegna með því í verslunina, skilur við. Og hann vildi bara jólatré til að fá hann 5.000 króna innegna með það. Oh my god. Lexía sögunar passi ykkur á jólatrjánum, krakkar. Já, það lexía sögunar. Með kærri kveðju, Garðálfurinn. Shit, maður, Þetta var bara nennir að skrifa bók í alvörunni. Já, þetta var skemmtilega að skrifa. Þetta var svo vel skrifað, ég náði varla að koma þessu frá mér. Ég náði svona að líða mig mjög vel inn í þetta, sko. Ég sá fyrir mig, sko. Þetta var svona svo Ari þegar hann Dungeon Master í D&D. Já, viltu ekki segja eitthvað nördalegra mig? Nei, sko. Ari er mjög góður í að setting the scenario þegar við erum að spila Dungeons & Dragons, en Já, þetta var mjög skemmtilega. Líka bara hversu pirrandi að þau eru að fara út í snjóstormi í bara fucking ból og vinnuvesti. Já, ég meina, ég vil ekki vera að gagnrýna þig hérna, en þú mátt alveg sjá þig líka, þú þóttist þetta sinna viðskiptavinni, sko. Já, bara eitthvað, heyrðu, stelpa. Það þarf ekki að taka öllu, en ég meina, ég ætla ekki að setja mig aðstæður, sko. Endilega fara í úlpu, en þú veist, vel gert samt. Bara kudos to you. Þetta var fucking fyndið saga og vel skrifuð.
glöggkona og, nei, Glöggþekkin. Skýr kona og glöggþekkin. Skýr kona og glöggþekkin. Jæjari, það er næsta saga. Ég ætla að segja eina stutt og svo ætla ég að segja eina langa. Eina stutt og eina löng. Af hverju holur þú svona á mig? Gamla símanúmeri og hafa. Ok. Ég sem fyndin, shit. Ok, nickname Flóki. Flókason. Ég heyrði sögu af gömlu manni sem komin á bensínstöð sem ég var einu sinni að vinna í. Afgreiðsludrengurinn segir: Góðan daginn, get ég aðstoða þig? Gamli maðurinn segir: Ég ætla að fá litaða olíu. Þá spyr afgreiðsludrengurinn: Hvaða lit má bjóða þér? Oh my god. Fyndið. Oh my god. Hvaða lit má bjóða þér? What the fuck? Ég ekki meira það. Nei, þetta er bara, þetta er sko, mér finnst þetta að vera meira bara svona brandari. Já, þetta er mér fyndið. Heldur þið saga? Ég meina, ég held að sé bara brandari. Þetta er örugglega ekki eitthvað sem að gerði, sko. Já, þetta er bara brandari, sko. Þetta er örugglega brandari, þetta er góðu brandari. Helviti góðu brandari. Næsta er Annie Banani, nickname. Nickname Annie Banani. Annie Banani. Var hann á community það? Ég var reyndar alltaf kölluð Anna Banana. Og Anna kann að skítapanna. Anna kann að skítapanna er eitthvað sem engi kallaði mig nema þú. Og nickname sem ég fekk frá Brynjari var Anna Brussu Sullu Kunda eða eitthvað. Já, eitthvað svo leiðis, af því ég er svo mikið brussa. Ok, Annie Banani skrifar: Ég fekk hjón til mín í maí að reyna að skipta skóm frá jólunum. Sem sagt, með jólaskipti með það. Hvað er rangt við það? Nei, þú veist, ef þú ert með jólagjöf, skipti með það. Já. Þá yfirleitt eru skiptin til svona 10. janúar. Já, vá, ég var ekki að registera það. Já. Ok, sérst, komið maí, þessi hjón að reyna að skipta skóm frá jólunum. Já, auðvitað, já, ég skil. Þau sögðu þau byggja út á landi og hefði ekkert getað komið fyrr og skipt. Íbjóslegt. Þú getur alveg farið og skipt þótt þú sért út á landi, sko. Sveitagerfi. Ari, þú ert sveitagerfi. Já, ég skil, þú ert að gera, oh my god. Ég sagði þeim að við getum skipt stærð fyrir þau til að komast til móts við þau, en að við getum ekki gert neitt annað. Ekki endurgreitt, ekki skipt í aðra vöru eða gefið inneign, því það er komin alltaf langur tími síðan skilafresturinn rann út, obviously. Þar byrjar æðislega klukkutíma langa afgreiðslan að rökraða við þau hjónin. Klukkutími, maður. Kill me, sko. Þau gátu ekki skili hver munurinn væri á því að skipta skónum í aðra stærð en ekki aðra vöru. Ég sagði þeim enn og aftur að það væri komið svo langur tími að þetta væri bara það eina sem við getum gert og þetta séu bara reglurnar sem við fáum og við eigum að fara eftir. Þau voru svo sannarlega ekki sátt og endurtóku það að þau varu utan að landi og þau hefðu reynt að koma einu sinni áður að skipta en við höfum lokað 2 tímum fyrr vegna árshátíðar hjá okkur. Það gildi ekki sem reglur, sko. Jokes. En já, og þessi árshátíð, það var í mars, senast. Kom í mars að reyna að skipta skónum. Enn og aftur löngu eftir að skilafresturinn liðin, þú veist, þú getur ekki skilað heldur í mars, sko. Nei. Við sögðum þeim að þetta væri bara því miður það eina í stöðun og þau höfðu bara átt að hafa samband við okkur eða senda skóna til okkar. Þau bentu enn og aftur á það að þau væri utan að landi og ættu börn og hefðu ekki tíma til að fara í bæinn. Já, börn. Ertu að grínast í mér eða? Sagan breyttist síðan aðeins þegar kona segir að maðurinn hennar er þjálfari í bænum og þau höfðu eytt mörgum milljónum hjá okkur og voru farin að spurja hvað gerist þá bara við peningi vist að þau með ekki skipta þeim í neitt annað. Eftir rúmlega klukkutíma endar verslunarstjórinn okkar á því að gefa þeim inneign til þess að koma þeim út úr búðinni og losna við þau. Dónaskapurinn var svakalegur og var í sama sjokki yfir fullorðnu fólki að brjálast fyrir 5 mánaða gamalli jólagjöf og ignora það að við værum endurtekið að benda á að þau hefðu geta haft samband við okkur löngu fyrr. Ég fatt ekki alveg þessa senu setningu, en þú veist, já. Ég höfðu þetta bara að hafa samband mikið fyrir. Nákvæmlega, dónaskapurinn er svakalegur að koma í maí og vera... Rífast við einhvern í klukkutíma eða einhver svona. Já, rífast við einhvern í klukkutíma, við erum utan að landi. Þú veist, bílar eru ekki til lengur og við getum ekki komið að skipta jólagjöfin þótt að stendur augljóslega skilafresturinn er bara eitthvað rétt í janúar, skilur. Já, mjög skrítið. Þú kemur ekki fokkja maí að reyna að skila jólagjöf. Nei. Ég hef gert það reyndur snöður, þú veist, það var hann búið að renna út fresturinn, samt bara, þú veist, það voru bara 2 vikur fram með eða eitthvað. Og það var nefnda bara mjög næs kona, þú veist, þetta var í Amazon, þetta var bók, og ég man ekki, Witcher eða eitthvað. Og ég fekk að skiptinni bara út, sko. Fyrst skiptinni, en þú veist, þá varst að koma bara nokkrum dögum eftir skipt til Já, þú veist, frestin. ég menna það samt fram með þér, en þú veist, það var mjög næs hjá henni. Já, mjög næskælega, en þú veist, það er líka munur, þú varst líka næs. Já, munur, sko. Þú allan að komst í janúar og varst næs og bara, sorry maður, þú veist. Ég alltaf ekki að fara að rífast við einhvern. Nei, bara hei, ég veit ég seit, skilur, en þú veist, ef hún hefði sagt mér bara eitthvað, það er ekki hægt, skilur. Já, þetta komið fram í frest, þá er náttúrulega bara ok. Já, og bara gefa einhverjum öðrum þessa bók, skilur. Já, bara, oh my lord. Já, svona er þetta.
Sumir eru bara eitthvað dicks til þess að vera dicks. Án jokes. Ég skil ekki, sko. Woohoo! Ég ætla að taka eina crazy fyrir þig, en fyrst ætla ég að taka eina litla. Það er, nickname er hérna svona emoji með stór augu og sagan er bara þannig að og sagan er þannig að það kom inn viðskiptavinur og ætlaði að skila ilmkerti sem það hefði fengið í gjöf, en þegar þau opnuðu kertið og sáu að það var búið að brenna kertið. Og þú veist, svo þegar þau nefndi þetta við viðskiptavinni þá sagði hann bara, mér finnst lyktin bara ekki góð. Hæ? Þú getur ekki skilað ilmkerti ef þið finnst lyktin ekki góð þegar þú ert búin að brenna ilmkertið, skilurðu? Ó, ég var að skilda það vitlaust. Já. Ég held að það væri búið að kveikja því þegar hann keypti það. Nei, hann var bara búin að kveikja og fannst lyktin ekki góð, ætlaði bara að skila því. Þú veist bara, gaur, þú getur ekki, þú veist, bara eitthvað, ætlaði að skila ilmkerti og þú ert búin að nota það, skilurðu? Það er ógeðslega weird. Það er ekki hægt. Ok, við ætlum að fara í eina. Fannst lyktin ekki góð. Þessi var stutt og laggott. Næsta saga. Nickname Hr.Petty. Herra Petty. Herra Petty. Ok, ég hef aldrei sagt neinum frá þessu, en fyrst þetta er nafnlaust þá ætla ég bara að játa syndi mínar. Forgive me, father, for I have sinned. Þeir fyrirgeðu sonur. Ó, lol. Í nomini Patri Santos Christi. Er þetta gauð það? Já, Herra Petty. Ég var að vinna í sjoppu með lúu í það bil 1 ár. Ég var yfirleitt settur í lúuna og það var svo sem allt í lagi. Yfirmaðurinn minn, hún var líklega einhver svo mesta trunta sem ég hef kynnst í lífinu mínu. Dæjum, það trunta sterkt orð. Stórt orð. Shit. Damn. I respect it. Það var aldrei neitt nógu gott. Við gerðum allt vitlaust samkvæmt henni. Við vorum ekki nógu hress í vinnunni, brostum ekki nóg, tókum allt og langa pásur. Ekki satt, stundum var... Brostum ekki nóg, fuck. Svo kemur inn að svega, ekki satt, stundum voru þær allt og stuttar, pásuna semst. Já. Fylltum ekki nógu hratt á, afgreiddum ekki nógu hratt, spjölluðum allt og mikið, þrifum ekki rétt og bara name it. Úf. Hún talaði alltaf niður til okkar eins og við værum skíturinn undir skónum hennar. Já, hún yfirmaðurinn. Fyrir henni voru við bara strengjabrúður. Á meðan hún sat inn á skrifstofu og boraði í rassinn þá stóðu við fram á gólfi allan daginn að vinna vinnuna. Fokk hvað ég þoldi hana ekki. Mér langaði samt ekki að missa mig og mögulega verða rekin því það hefði ekki verið flott á ferilskráni. Svo ég lét mig bara hafa þetta því þessi vinna var bara tímabundið ástand. Ég hins vegar, gæsalappir, refsaði henni á öðruvísi hátt. What? Hvað er að fara að gera Þetta er Herra Petty. Hún hafði þann vana að fá sér kaffi í bolla og skilja það eftir. Gamli, hvað þetta ekki þarf að pissi í kaffið hennar? Nei. Hún hafði þann vana að fá sér kaffi í bolla og skilja það eftir bara einhver staðar á meðan hún fór eitthvað annað. Laxerolja. Shit. Og koma svo að ná í það þegar hún mundi eftir því. Ég var búin að fá að staðfest frá vinnufélaga að myndavélarnar í sjoppunni virkuðu ekki. Engin af þeim. Vá, geggjað það myndavélar sem virka ekki. Wow. Svo hún gat ekki góma mig nema einhver hefði kjaftað sem enginn gerði að því að enginn á okkur þoldana. Í hvert einasta skipti sem hún skildi kaffibollan sinn eftir og fór eitthvað annað, þá annarkvort tók ég bollan og hellti úr honum og sett hann í vaskinn svo hún þurfti að hafa fyrir því að fá sér kaffi aftur upp á nýtt. Lól. Wow. Og ég, þú veist, skleim. Eða þá að ég átti eitthvað við bollan hennar. Til dæmis, ég setti í nokkuð skipti óeðlilega mikið magna sykri í bollan. Í eitt skipti muldi ég sítrónu hálsmóla í kaffið hennar, hrærði hann út í þar til hann bráðnaði sama við. Ég tók nokkru sinu ryk af gólfinu og setti í bollan. Wow. Og í nokkuð skipti setti ég ógeðslega mikið af vanillusirupi út í. Og það versta sem ég hef gerði ég bara einu sinni, en hún var búin að fara mörgu sinnum yfir strikið. Ekki segja að hafa hrækt í bollan. Hún var búin að fara mörgu sinnum Ekki segja að hafa hrækt í bollan. Yfir strikið þann daginn og þá setti ég notaða tyggjóið mitt í bollan. Hún fann aldrei út í því hver var að eiga við bollan hennar og meðan ég vann þarna og hún hætti heldur aldrei að skilja þá eftir út allt. Ég veit að þetta er mjög petty og til að bæta punktinum yfir yfir Nei, þetta er ekki bara petty, þetta er ólulegt. Þetta er fokkin hræðilegt, sko. Þetta er svolítið ólulegt. Til að bæta punktinum yfir yfir þá stal ég hálslítra kóki úr kælunum í lúuna á hverjum einasta degi og mér var alveg sama. Auðmikið fyrirtæki þurfti Hún er öllu samgáðstilinu fór kók, sko. Auðmikið á hverjum degi. Hálslítra kóki á hverjum degi. Það fyrirtæki veldur meiri milljónum dag. Það er mikið drull. Auðmikið fyrirtæki þurfti bara að borga fyrir allar þessar týndu klókflöskur. Ég sé ekki eftir neina þessu. Takk og bless. Ég meina hann er ekki að biðja skoðan eða neitt, en þú veist. Þetta er fucking sick. Shittur. Gaur, sko. Þetta er
Þetta er játning, þetta er svo sannarlega játning. Þetta er klikkast sem koma hinga til, sko. Hann sagði, forgive me, father, for I have sinned. Já, ég ætla að taka það tilbaka. Oh my god. Það fyrir ekki einhverjum. Nei, þú veist gauð, þú settir út í kaffibóllanna líka, hún hætti ekki að skilja bolla sinni eftir. Hann setti út í kaffibóllannar, fullt af sykri, vaniljusiróp, sítrónuhálsmóla og ryk af gólfinu. Ryk af gólfinu er sko... Það er ógeðslegt. Og tyggjó, nota tyggjó. Og ég sko gamli, ég skilja þessi pirraður. Ég skilja þessi pirraður, en hún er kannski trönda. Það er sko stundum, fólk er stundum með, ofnæmi fyrir einhver sem heit ekki. Eða þú getur, ég meina eins og með ríkið, þú getur bara gert hana veika, sko. Þú veist ekkert hvað er í ríkinu þegar þú ert að afgreiða í lúgu. Ég skilja alveg einhversi trönda, sko, en þú veist, maður má ekki eitra fyrir því. Þú ferð ekki og tekur rík af gólfinu og setur í kaffipottan. God knows what the fuck. Hvað í fokkanum er í þessu ríki samt? Þetta er sko, leysið Ari þegar ég las þessa, my jaw was on the absolute floor. Unfortunately fyndið að lesa þetta. Unfortunately, þá er þetta fucking fyndið. En shit, sko. Ég er í sjokki, sko. Ég vona alltaf, eina sem ég ætla að segja bara, ég vona komist ekki upp við mig. Því að þá lendur í vesinni, Galli. En ég meina, hann er greinilega hættur að vinna þarna. Já. Samt rólega að vera með myndavélar í soppu og enginn að virkar. What the fuck? Þú veist, hver er þá tilgangurinn? Já, þetta er með klikkara sem er hitt. Þetta er fucking crazy. Bara, damn. Bara þessi fór all the way, sko. Þessi er að koma mér óvart, sko. Já, takk fyrir að deila. Næsta saga, nickname Alex. Ok, ég held að þetta sé rangt líka eins og áðan. Ekki alveg langt, en þú veist. Hæ, ég þarf að kvarta. Númer 1. Ok, sko, af hverju getur enginn sagt mér hvers vegna í andskotanum gamalt íslensk fólk gjörsamlega neitar að nota sjálfsafgreiðslukassana? Ég skil þá sem eru með heila körfa mat, en þeir sem eru með 3 til 4 hluti og neita að fara í sjálfsafgreiðslukassana eru bara letingjar. Það skaðar engan að þú farir einu sinni á sjálfsafgreiðslu, sko. Það gerir engum mein og sorry að tæknin sé orðin of góð fyrir þig og þú getur ekki upp á líf þitt eða dauða að fara einu sinni að nota sjálfsafgreiðsluna. Þetta var punktur 1. Punktur 2. Fólk sem kvartar yfir verðinu. Ég persónulega er mjög sammála öllum þeim sem að hafa sagt að vörurnar séu of dýrar, en ég get samt ekki gert neitt í því. Ég tengi svo fokki mikið við þetta því þú veist hvað á afgreiðslu fólki að gera því að... Það var að selja pulsu fyrir 395 krónur, sko. Það eru komin í 400 og eitthvað heldur, sko. Þú veist, en ég er ekki að djóka, sko. Mér leiði nú illa þegar það voru 295, sko. Já, mér líka. Mér leiði ógeðslega illa hvað fokkin drasli var dýrt, en við gátum ekki gert neitt í því. Við vorum bara starfsfólk á gólfinu, sko. Það er bara the higher ground has it. Af hverju býst þú við því að ég fari í hásæti vöruverslunar og breyti verðinu bara því þú ætlar að vera með einhverja stæla og leiðindi? Nei, farðu bara heim með að safnaðu pening, dísest. Það er dýrt að vera til, sko, og það er ekkert sem við kassastarfsmenn getum gert í því. Og númer 3. Þegar fólk þykist gleyma að borga. Ég get ekki trúa því að annað hver kunni gleymir að borga fyrir vörunar. Þú þarft að vera eitthvað next level asshole eða ætlar að labba í burtu frá óborguðum 30 skalli á sjálfsafgreiðslu. Svo þegar maður kallar á eftir þeim það láta þeim eins og þau heyri ekki shit og maður þarf liggur við að hlaupa á eftir þeim og klukka þau. Þú veist, halló, erum við eltingaleik? Er ekki alltaf lagi? Anyways, þetta voru mína rannsur. Takk fyrir mig, love you. Ok, love this. Ég er mjög sammála þetta með fólk sem kvartar er í verðinu og þú veist, já, fólk sem þykist gleyma að borga, þú veist, ég skilja að þú genuinely heldur og sérst búin að borga og þú veist, oh shit, kortið fór ekki gegn, skilurðu, en ef þú ert actually bara eitthvað, ég ætla að láta mig björtu. Ef maður sér einhverja rough looking mömmu með, þú veist, 3 börn að gleyma að borga fyrir nokkra hluti, ég er ekki að fara að þá sá ég það ekki, then I didn't see it. Ég er ekki að fara að sjá það, sko. Ándjóks, þá sá ég það ekki, bara op og sí, ég sá þetta ekki. Ég skil hvað meinar. En já, sko, íslenskt gamalt fólk og sjálfsafgreiðslukassar, þú veist, já, ég er ekkert viss að kannski er tæknin bara, þú veist, kannski skilja þau actually ekki, þú veist, ég meina eins og Amma og afi skilja það ekki. Amma og afi ekki eins og snjallsíma, en þau skilja þetta ekki til dæmis, þannig að maður er svona, þetta er svona fyrir eftir fólki, sko, en ég mjög ættir, sko, það er ekki crazy mál að fara á sjálfsafgreiðslu. Þetta er mjög einfalt, þegar þú ferð á kassan þá er þetta rosalega einfalt, þannig að þú veist, það er hægt að læra þetta, þú veist, maður kennir kannski ekki gömlu hunda að sitja, en það er svolítið hægt að kenna gömlu fólki á sjálfsafgreiðslukassa. Gott rand, þetta var flott rand. Næsta sagari, það er nickname Beverly. Hills? Beverly, ok, skemmt. Já, ég fíl. Let's go Beverly. Fólk er having fun með þessi nickname. Ég fíla hvað þau eru having fun með nickname, sko. Á svo margar sögur, en eitt svona sem gerist cirka 1-5 sinnum á dag. Ég segi, viltu svart kaffi? Viðskiptavinur segir, já takk. Ég rétti manneskjunni svarta kaffið. Viðskiptavinur segir, áttu mjólk?
Af hverju pirrar þetta mig svona mikið? Segðu bara ef þú vilt mjólk eða ef þú vilt svart. Þetta er relatable, án jokes, seriously. Ekki segast vilja svart kaffi og vilja svo allt einu mjólk. Skilja þú gleymir Það er ekki það að því að mjólkin var alltaf Já, reyndar, mjólkin var hjá okkur Við vorum alltaf bara með svona kaffivél sem gera allt sjálf eða og svo þægilegt uppáhald var á stað sko. Maður léð fólk bara að fá bollan sko. Það er reyndar mjög þægilegt. Næsta, þegar viðskiptavinir segja hvað þau vilja á pylsuna og ég endurtek það cirka 3 svar. Vildur þau fá steiktan tómat og remulaði og þau samþykja í hvert skipti. Svo þegar þau fá pylsuna afhenta ég vildi hráanlauk, ekki steiktan og verða reið út í mig sem endurtók alveg nokkru sinni til að vera viss að setja rétt á pylsuna en samt er eitthvað vitlaust og viðskiptavinurinn hefur alltaf rétt fyrir sér nei, í alvörunni, viðskiptavinur hafa iðulega mest rangt fyrir sér, getum við bara gert það samfélagslega samþykkt að starfsmennir geta líka haft rétt fyrir sér Ég finnst, já Þú veist, ég skil það reyndar, ógeðslega pirrandi að vera bara eitthvað var það steiktur, var það ekki örugglega steiktur þú vilt bara steiktan Stundum er fólk sko eitthvað að, ég veit ekki barnið er, þú veist, það er fíkt í einhver eitthvað það er eitthvað, já, steiktur, einmitt steiktur og þú veist, þið bara segja já svo réttum að pylsuna og þú veist, það er náttúrulega mjög böggandi sko já, og maður er kannski búin að spyrja þrisvar bara eitthvað, var það ekki örugglega steikt, þú vilt bara steiktan það ekki svo réttum að pylsuna bara eitthvað nei, ég vildi að fá hráan oh my fucking god það er böggandi það er líka customers always right look up full quoted þetta er bara partur af quote sko. Þetta er bara, þú veist, þetta er ekki eitthvað customers always right það er, þannig að full quoted er mikið meira það sko. The customer is always right in matters of taste hvað þýðir það? Það er bara það sem því finnst gott já, þú veist, bara nákvæmlega teisti þeirra, þeir eru ekki bara eitthvað right allt nákvæmlega það er bara in matters of taste nákvæmlega, ég er bara alls ekkert sammála að viðskiptunum hann er alltaf rétt fyrir sér, stundum er bara oh my god bara svona out of context og svo er eitt í viðbútina einu sinni var líka einhver sem dældi vitlaust á bílinn sinn og ætlaði bara að dæla sjálfur upp á bílnum og fylla í 0,5 lítra flöskur hálfslítra flöskur tankur var svona 60 lítra sem þýr 120 oh my god sem þýr 120 það er hálfslítra flöskur já hann ætlaði bara að dæla sjálfur upp tankur var 60 lítra þannig að þetta hefði verið 120 flöskur og hvert ætlaði hann að hella þessu niður umhverju svo túristi stendur sumir eru ekki alveg að hugsa svo var hann brjálaður því þegar ég sagði að þyrfti að panta dælubíl með tilheyrandi kostnaði og þetta mætti ekkert nei, líka ef þetta voru plast ég meina, olía í geturíkjunum plast sko þú veist, það er bara sprungið flöskunar nei, ándjúst, þetta er bara, þú veist þetta er aðeins og vittlust en já, svo eftir þetta þá var greið svo pirraður á niðurbrotin að það þurfti að stoppa hann af ekki einu sinni að 2 heldur 4 sinnum hann ætlaði bara að dæla sjálfur God, ég skil alveg að það er hægt að brainfarta og setja óvart vittlust eldsneyd á bíli sinni skiluru en maður fær dælubíl til þess að taka þetta maður það bara að setja sig við að það er vesen maður lendi í þessu þú veist, það er búið og gert að það bara fá dælubíl til að dæla upp úr maður fær ekki eitthvað dælubíl heim í sveit maður bara nei, ekkert endilega sígur maður býti í slöngu sígur þangað til að kemur upp í mann aðeins og bara dælir í brúsa sko Pappi hefur alveg gert það nokkru sinnum og þú ég hef gert það einu sinni fokkin ógeðslegt maður viðbjóður það er ekki gott bragð það er ekki helpepp sko dældi eins og vittlust á hana Starexin og náttúrulega keiðan heim ég man eftir því maður veist, hann gekk alla leið heim já, þetta er alveg hálftíma akstur þetta er alveg, þú veist og hann actually fór alla leið heim bara á bensinni og þá dældi pappi upp úr í brúsa þetta er alveg svakalegt sko já, takk fyrir þess að suðu ég var nú ekki góð það ég er að segja við sá sem skrifa hann já ég var bara góð takk ég las hann alveg sjálf jú, takk fyrir þess að næsta saga, Ari nickname, Sandra einu sinni þegar ég var að vinna á ónefndi bensinstöð þá var einu sinni gömul kona sem var að leita að einhverju í veskinu sínu og að því að ég er með soft spot fyrir eldra fólki þá kallaði ég á hana og spurði hvort ég geti aðstóðað hana hún labbaði þá að mér og spurði hvort ég geti leitað að símanum hennar og rétti með töskuna sína þegar ég var búin að leita af símanum og fann hann ekki þá var hann allt í einu að halda á símanu sínum allt í góðu og ég held bara á honum svo fór hann og náði í hluti sem hann ætlaði að kaupa sem var 1 súkkulaðistykki og 1 tyggjapakki en þegar hún átti svo að borga þá sakaði hann mig að hafa stolið peningaveskun hennar þegar ég hafi verið að gramsa í töskun hennar ég reyndi nú að útskýra að ég hef nú ekki séð neitt veski þannig hún endaði með því að hrækja á mig og kalla mig öllum illum nöfnum og strunsaði út með tyggju og súkkulaðistykkið
Eftir þetta þá byrjaði Petty ég crime frá gömlu. Gríns. Eftir þetta þá byrjaði ég ekki aðstoða gamla konur á bensinstöðinni og satt að segja þá er ég hætt á þessari ónefndri bensinstöð og hef aldrei unnið í þjónustustarfi aftur og lífið geti ekki verið betra. Já, sammála. Same, tengi, en rólega hrækja, þú veist, Það er crazy. hrækja. Ég hef aldrei séð það. Hverju myndi dett í huga hrækja á einhvern? Oj, Klikka skilurðu? fólk. Ég meina, það var greinilega eitthvað dementia í gangi Það þannig, var eitthvað í gangi. Það var, Early Alzheimer eða já, eitthvað, já, það getur verið. Það er náttúrulega, þú veist, fólk lendir reyndar stundum við að vera bara algjörlega ruglað, sko. Þessum þeirra bara hjálp, sko. Já, bara, þú veist, það er ömulegt, sko, en þú veist, að hrækja, fá hráku frá ókunnuri konu. Það er örugglega ömurlegt. Ég veit ekki hvað myndi gera. Ég vorkenni þér. Ég myndi gráta og lappa út og aldrei koma aftur, held ég, sko. Já. Ég held ég myndi gera það nú, Það var einu sinni hendur ekki í því eða eitthvað. Eða Eða ís eða eitthvað. Nei, það var hent ís í samstarfskonuna mína. Bara crazy. Við tókum þetta mitt líka fyrir í þætti 4. Já. Endilega hlustu á þátt 4. Er ég þöngulhausinn? Já, þeir eru að hlusta á það. Hún var þöngulhausinn. Þá var ísinn sko of stór. Já, ætlum ekki að þeir eru bara að hlusta á fyrir. Hlustu bara á þátt 4. Ekki einu sinni reyna að fá þetta upp um mér. Ég er með nóga sögum hérna handa ykkur í dag. Næsta saga. Nickname Elsa. Má ég þá vera Anna? Ég er Anna. Ó, já. Já, þú heitir Anna. Nú! Ég skal vera Elsa. Fyrir 12 árum síðan var ég að vinna eitt sumar við það að syngja fyrir ferðamenn sem komu með skemmtiferðaskipum í bæinn minn. Ég þurfti að klæðast þjóðbúning og þar sem mamma mín átti peysuföt þá klæddist ég þeim í þessari vinnu. Þetta er strax skrýtnasta vinna sem ég heyrt um á Íslandi, sko. Geðvikt að Ég vera að syngja. á cool hátt. Fokkin geggja maður. Ég bara ekki heyrt svona það. Anyway, peysuföt ger ekki mikið fyrir mann, sérstaklega þegar maður er með 1 eða 30 auka kíló. Mér fannst ég samt alveg slay. Ég elska að skrifa slay. Það er eitthvað svona mitt. Slay. Sem var alveg næs af því að þar sem að ég var og er með mikla útlits Hvað sagði hann? Pilsuföt? Peysuföt. Peysuföt? Hvað er það? Ég veit ekki alveg hvað peysuföt eru. Einhvers konar þjóðbúningur örugglega. Ég er ekki að fatta. Mér fannst ég samt alveg slay, sem var alveg næst þar sem að ég var og er með mikla útlitskomplexa á sjálfa mig, tengi. Einn vinnudaginn var ég bara minding my own business og nýbúin að syngja fyrir Þjóðverja. Ok, viðurkenna þeir voru ekkert sérlega áhuga samir en það er eins og það er. Ekki þekkti fyrir húmórin Þjóðverjar. Nei. Þá kom kona að mér og var að ég held að dást að peysufötunum. Hún talaði bara þýsku. Var ég búið með 3 áfokið þýsku? Já. Gat ég tala við hann á þýsku? Nei. Skildi ég hvað hann var að segja? Nei. Ekki fyrir hún gerði augljósar handarhreyfingar um að ég væri með stóra bumbu og þá áttaði ég mig á því að helvítis kettlingi var að spyrja mig hvort ég væri ólétt. Helvítis kettlingi. Ég svaraði bara með mínu signature hvað er að þér svip og sagði bara flatt no. Konukjánin baðst ekki afsökunar en gekk skömmustulegi burtu. Já, mér fannst þetta frekar mikil ókurteisi. Alveg smá fyndið, ég blessunlega tókus ekki mjög inn á mig, en samt, what a B-word. Ok, takk bless, hjarta. Stendur what a B-word. What a B-word. Það er ekki að sensfaraði, sko. Ekki í þessu podcasti. What a bitch. Það er eitthvað fyndið það. En oh my god, samt pirrandi eða? Já. Það var eitthvað að koma upp að hann og bara eitthvað gestur og sem er stóra bumbu. Fuck off. Það er... Literally, fuck off. Það er svolítið crazy, sko. Literally. Ekki spurja. Ég veit ekki. Af hverju að spurja eitthvað sem maður bara þekkir 0. Ef ég myndi sjá óléttustu konu sem ég séð í hagkaupa eða eitthvað. Ég myndi samt ekki spurja. Ég myndi ekki spurja. Ég myndi aldrei vera bara, oh my god, hvað er komið langt að líð? Þú veist, þótt þú sért óléttust í heiminum og augljóslega ólétt. Svo skrítið. Ég myndi aldrei gera það. Þú veist, en kudos to you að vera að syngja Sumir bara feðum fyrir ferðamenn. Já, það er cool. Vel gert, það er fucking cool. Það er tough, það er cool job. Sumir bara ná ekki utan að sumir eru aðeins bústnir, sko. On jokes, bara stop it. Já. Það er fucking cool að vera bústinn, það er squishy og það er nice og bara meira til að grípa í, sko. Ok, Ari, ég með 2 viðbót. Nickname, Íris. Halló, Íris. Ok, þetta er stutt og laggott. Ég var að vinna í lúusjoppu á Akureyri fyrir cirka 10 árum. Það kom reglulega fyrir að strákar kom í lúuna að kaupa smokka og buðu mér að nota þá með sér. Ó, guð. Ekkert eðlilega óheillandi og mjög léleg pick-up-lína. Já. Þetta er öll sagan. Sumir eru bara fáránlega vitlausir. Skjóta hvert einasta tækifæri sem fá skot. Þú ferð ekki í lúu, er bara eitthvað, ætla að kaupa smokka, viltu ekki nota það með mér? Ói maður. Bara nei. Hvað er það að gera? Engan veginn, bara hvað ertu að gera? Þú veist, ég er í vinnunni, sko. Já, bara ég er literally í vinnunni. Kauptu bara smokkan og nota það. Maður myndi ekki labbina skrifstofu og bara, heyrðu, ég er með smokka hérna. Varst þú eitthvað að spá í að nota með mér? Varst þú eitthvað að pæla í að, þú veist, koma með mér og nota þessa smokka? Eru flottur ársreikningur hérna sem ég sá að skrifa á hann, en heyrðu hana, viltu ríða það? Þetta er svo ástæðlega maður.
en einhver hluta vegna þá allt í lagi bara að fara í lúgu og spurja þessu við afgreiðslufólk. Það reyndar ekki allt í lagi, en apparently þá heldur fólk maður er í vinnunni, sko. þá heldur fólk að þetta sé bara eitthvað betra í lagi heldur en að fara, þú veist, og spurja einhver bankastarfsmann hvort það vilji koma að ríða, skilurðu. Bara hættið að spurja random fólk hvort það vilji gera ykkur. Þeir eru bara að selja smokkana, sko. Bara, ég myndi ekkit spyrja þú veist, ef ég fætti læknis og hann þarf eitthvað handfjalla á mér Jónssonin, sko, þá ég er ekki að fara að segja honum að strjúka hann eða eitthvað, sko. Þú veist, fólk bara grow a brain, sko. Já. Ok, seinasta sagan í dag, Ari minn. Kæri Ari minn, kæri. Oh my god, ég trú ekki að sé vel að búið. Ég veit það. Þetta er bara svo góð þáttur. Þetta er góð þáttur. Þetta er one of my favorites, sko. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Ég bara elska þetta konsept. Við þurfum að gera þetta oftar. Ekkert endilega ég meina vonandi svara fólk með það. Já, ekkert endilega með sko sögur Ég meina, svara fullt bara, þú veist, ef fólk er með fleiri sögur. Já, bara endilega hendin og linkinn eru með fleiri sögur, en mér langar sko að taka Við náðum samt ekki að fara í nærvíu allar í dag, sko. Nei, við fórum ekki bara í, þú veist, þetta er ekki alla sögurnar, bara því miður, þá ætla ég að taka seinustu núna, en þið megið ennþá halda fram að hendin Seinustu höfum tíma fyrir. Já, seinustu sem við höfum tíma fyrir núna, en þið megið endilega hendin og linkinn hefði áhuga og ég sko er að spá í því, mér finnst það svo skemmtilegt, mér finnst svo gaman að hlustendur séu partur af því sem við erum að gera, að fá sögu frá ykkur, þetta er svo skemmtilegt, þetta er ógeðslega gaman, þannig ég ætla örugglega einhvern veginn að setja link aftur, mér langar svo mikið að gera játningalink, bara fólk með bara juicy ass játningar, skilurðu? Fólk með juicy ass? Já, einmitt. En Ari minn, það var að seinasta sagan í dag. Ó nei. Nickname, BS. Hæ? BS. BS. Örgulega bara bullshit eða eitthvað. Eða einhver sem heitir með upphafstöðum BS. Baldur Sonja. Baldur Sonja? Ok, þetta er frá Baldur Sonju. Ok, ég var að afgreiða konu í fyrra. Hún talaði ekki neitt, svo ég hélt hún væri kannski ekki íslenskumælandi. Okkur ekki bara, þú veist, að hún geti ekki talað. Þegar ég er að stimpla inn bökunarkartöflur þá spyr ég hann magn þar sem að ég vil ekki fara að hella úr pókanum. Konan rétti fram einn fingur til að segja mér að hingra og fer að leita í veskinu sínu. Ég segi, oh no, the potatoes, how many? Konan svarar ekki og heldur áfram að gramsa, svo ég pröfu á íslensku. Talarðu íslensku? Hvað ertu með marga kartöflur? Konan tekur þá upp miða og rétti mér. Á miðanu stendur, hæ, ég heiti... Ég sagði þér það. Ég sagði þér það. Ég fekk heila blóðfall og hef ekki talað síðan. Svo hellur hún kartöflunum úr pókanum og ég tel þær. Mér hefur aldrei liðið eins og svona miklum fáita. Ég baðst innilega afsökunar og mun aldrei aftur spyrja magn á vörum. Maður er ekkert alltaf að hugsa svona. Gaur, þetta er allt í lagi, sko. Já, bara... Þú veist ekkert að einhver kona hafi fengið heilablóðfall og getur ekki talað. Ég kollaði þetta. Þú fokkin kollaði þetta af maður. Ég sagði það. En þú veist, oh my god. Ég hef lent í svo... Ég er náttúrulega að hugsa um þetta núna. Hvað svo þægilegt? Ég hugsa um þetta núna því að ég hef lent í svo þau, sko. Já, ég hef bara lent í að... Ekki svona vandræðalega, en... Nei, ég lent bara að afgreiða heyrnarlausa mennsku. Ég kann ekki sign language, mér langar að læra það. Já, ég væri cool að læra það. Já, ég væri ógeðslega til að læra táknmál. Það er svona eitthvað sem væri gáðlegt að kunna, sko. Hvernig lentið þú í þessu? Nei, hún bara, þú veist, hún var tilbúið með hann hún var bara tilbúið með síman, þú veist, og rétti með hann. Já, hún var bara, gat ekki tala. Þú veist, bara notes up. Já, kannski bara út af einhverju svipar ástöðu. Ég veist bara hvað hann vildi, sko. Ég maður ekki, var hann bara, þú veist, kaffi eða eitthvað. Já, einmitt. Það, þú veist, kannski var það heyrnarlaus manneskja eða manneskja sem lenti í ykkur svona. En þú veist, tala alltaf ekki. Já, maður veit ekki, þú veist, maður alltaf reynir þegar maður er að afgreiða og maður segir, hei, hvað ertu mikið af þessu? Og maður ekki að svara ekki þá maður bara eitthvað, ok, hún kannski talar ekki íslensku, ég ætla að prófa ensku af því að kannski finnst það óþægilegt að segja, hey, can you speak English? Þannig maður reynir, how many potatoes? Og kemur ekki neitt. Maður býst ekkert við að fá miða bara eitthvað. Nei, þetta er mjög skiljanlegt. Ég fekk heila blóðfall, ég get ekki talað, þú veist, fucking shit. Já. Þetta er svo erfitt. Þetta verður alveg verið minna vandrarlegt en þetta er töff. En þessi heldur, sko. Já, þess konan er örugglega sko mjög vön þessu. Og þú veist, bara það hafi sýnt skilning og verið næs, það er örugglega bara mjög næs fyrir konuna, sko. En þetta var, Ari, þessar sögur voru geggjaðar. Þetta var snilld. Takk fyrir að senda inn þessar geggju sögur. Já, takk heilega. Oh my god, þið eru absolutely amazing. Stóðu ykkur vel. Þið stóðu fucking vel. Skemmtilega nicknames líka, þið voru alveg með góð hérna gælunöfn á okkur. Já, það fíla þau, sko. Já, það er fíla það, sko. En við Ari skemmtum okkur konunglega og ég hlakka til að fá fleiri sögur, hvort sem að verði, þú veist, frá þjónustustörfum eða afgreiðslustörfum eða eitthvað. Og ég mun örugglega einhvern tímann að setja inn annan link með einhverju annarri hugmynd, hvort sem það verður játningar eða eitthvað annað. En já, takk bara innilega fyrir að hlusta. Þeir sem eru að hlusta á Apple Podcast og Spotify og YouTube eða bara hvað sem þeir eru að hlusta miljón staðir sem við getum hlusta á. Það er náttúrulega tveir að hlusta á YouTube, sko.
Það alltaf einhverju tveir eða eitthvað. Það gaman, sko. Hlusta flestir á Spotify, Apple Music, svo alltaf svona. Það voru 8 síðast. Það voru 8 sem hlusta á YouTube, var alltaf svona 8. Ég þarf að veðja þessi svona boomer sem eigi ekki Spotify eða eitthvað. En við elskum alla sem hlusta á þetta podcast. Takk kærlega fyrir að hlusta. Endilega follow okkur. Ég ætla ekki að blanket, ég meina út á landmónugi eða eitthvað að hlusta á podcast, þá elskar ég ekki. Nei, ég elska þig ekki á landmónugi. Það vissulega satt. Ég elska ekki landmónugi. Þeir sem eru venjulegir að hlusta á þetta podcast. Þeir sem eru venjulegir. Og þeir sem eru næs við aðgangsstarfsfólk, við fílum ykkur, sko. Endilega followðu okkur á TikTok og Instagram. Við erum alltaf að reyna að posta einhverju skemmtilið þar inn á. Já. Við elskum alveg að fá nýja followers, gaman að sjá nýja andlit. Það hjálpar alltaf rosa mikið þegar þið gefa okkur reviews og svona sitt á Apple Podcast og Spotify og já, svona. Endilega hendi í stjörnur að þið viljið, eða þið fíla okkur, skilur? Já. Heldum að fangin það. Við annars bara þökkum fyrir áheyrnina í dag, takk fyrir að hlusta og við bara sjáumst heyrumst næsta þriðjudag. Já. Eða hækki, það alltaf ég gaman. Alltaf ég gaman að sitja innan með þér Já. Alltaf gaman hjá okkur áhugaveldunum. Alltaf gaman, sko. Oh my god.